Já, velkomin á Frelsi TV. Þar sem að samsæriskenningarnar blómstra og bullið blífur. Og hérna gerast hlutirnir. Hérna byrjar umræðan. Hér að finna raunveruleikann. Ekki sirka þannig. Ég ætla að byrja á því að sita inn hérna linkinn ef ykkur vill koma og spjalla eitthvað. Þá hérna linkur fyrir það. Og ef þið eruð í Chrome þá getið þið bara sett hann inn og farið í gang. Ég pröfaði þetta hjá Guðjóni Reimberg áðan í hugvekjunni hjá honum. Og maður þarf reyndar að taka unmute mækin hjá sér og maður þarf að tjekka á því að það sé réttur mikrofón og rétt headphone valið. Og þá þið komin í heimsókn til mín. Og það var gaman. Allir í fjöri, allir í stuði, ekki? Og ég veit ekki hvað ég á að byrja. Eigum við að byrja á því að fara yfir fréttirnar eða eigum við að sökka okkur í eitthvað djúpt pæl eða á ég að syngja fyrir ykkur? Nei, ég ætla ekki að gera ykkur það. En byrjum hérna á uppáhaldsfjölmiðlunum mínum í dag. Þeir leyfa mér að blogga eins og ég vill og ég ekki með reyna að stæla. Og ég náttúrulega í alveg ágætu sambandi við harmagetuna mínar í útvarpinu hjá þeim. En við getum byrjað á þessum hagstæðu vindum. Ekki það nokkur einasti hlustandi trúi á að þetta sé vegna hagstæðra vinda. Og það alveg á hreinu að ef það meðvindur með þessum flugvélum þá hann líka aðeins til hliðar við borgina. Og það flýgur, það ástæða fyrir því að flugvélar fljúga alla jafna ekki yfir höfuðborgir eða borgir. Það vegna þess að ef það flugslys þá fólkið fyrir neðan í borginni í mikilli hættu. Og ef að þið trúið þessu sem verið að segja hér, þá þið það sem ég kalla heimskingjar. Og ég hlýt líka jafnframt að velta fyrir mér hvernig þið slysust hérna inn á Frelsi TV. Hvaða misskilningur var það í lífinu? En þetta það sem heitir chemtrails. Það verið að spúa eitri yfir Íslendingum. Og ástæðan fyrir þeir fara beint yfir borgina að þeir vilja þetta efni detti beint niður á þig þegar þú ert staddur á Íslandi. Og þetta mun valda sjúkdómum og fleira slíka. Og þetta skýrt dæmi það hvernig fjölmiðlarnir ljúga að þér eins og enginn sé morgundagurinn og kunna ekki einu sinni að skamma sín fyrir það. En það ástæða fyrir því að flugvélar fljúga ekki yfir
höfuðborgir. Fyrir utan það þá eru þetta herflugvélar, þetta er ekki farþegaflugvélar. Þetta eru herflugvélar sem eru sérstaklega að fljúga hérna til þess að dreifa eitri yfir Reykvíkinga í þessu tilfelli eða höfuðborgarbúa. Og ef að við horfum á flugradarinn sem að ég hef nú stundum fylgst með bara svona að gamni. Bara svona, maður hefur ekkert að gera þá kíkkar maður aðeins á hvað er í gangi hérna, sko. En sko, það er ekkert að gerast í eðlilegu ástandi að flugvélar séu að fljúga fram og tilbaka yfir Reykjavík. Þær fljúga hérna fyrir neðan, sjáðu, hérna. Og fljúga heldur ekki yfir landið. Hérna er einhver risaflugvél, Dubai til JFK. Oslo til JFK, hvað eru þeir að fara þessar vélar núna? Þetta er nýtt munstur, sjáðu. Þær hafa alltaf flogið hérna fyrir neðan landið. Það er hið eðlilega munstur á flugi. Það er hið eðlilega munstur á flugi. Þeir virðast vera að breyta flugleiðunum til þess að fara beint yfir höfuðborgina. Maður hlýtur líka að spyrja sig, byrju, af hverju fara ekki allar þessar flugvélar yfir Ísland líka? Til dæmis þessi hérna er flugvél. Af hverju var hann að fara yfir höfuðborgina? Þetta er British Airways vél, þeir eru á kafi í alls konar ógeði. Þetta er einhver smávél, okkar eigin vél. British Airways, Norwegian, já. Einhver smávél hérna frá Arnarflugi. Og þetta er ekkert eðlilegt ástand, sko. Hérna er eitthvað sem byrja bara að fljúga í miðju hafi, sjáðu. Það er nú ekki alveg að marka kannski allt hérna. En þetta er ekki út af einhverjum hagstæðum vindum. Það er lygi. Og þegar flugvél gefur svona eiturúða aftan á sér og aðferðin til þess að svara því að þetta sé contrail, sem er sem sagt gufustrókur aftan á flugvélum, það er þegar að þið sjáið á kveikja og slökkva, sjáið hérna á milli, hérna verður aðeins verið slökkt, að sko ég hef séð það í Oslo í Noregi, ég hef séð það upp í Lillehammer í Noregi og ég hef séð það hérna í Svíþjóð þar sem ég er og ég hef séð það þegar ég var að keyra niður til Gautaborgar og yfir Gautaborg þá hef ég séð á kveikja og slökkva á þessum strókum. Og það er það sem er the smoking gun. Og það er ekkert sem getur útskýrt. Þetta er alveg greinilegur útblástur, sko. Chemtrails on off, já, einmitt. Chemtrails, hérna séu þið. Veit ekki meira þetta. En
þið sjáið hérna on-off, sko. Já, hérna er flugvél með contrail, ég hef séð þetta líka. Það er flugvél sem er með eðlilegu contrail á eftir sér og síðan eru flugvélar með þessu chemtrail sem að eyðist ekkert og stoppar ekkert, sko. Og svo eru svona myndir svolítið dularfullar. Ég veit ekki hvort að fólk er að halda því fram að þetta sé contrail eða þetta sé eðlilegt ástand, sko. Átta mig ekki á því, sko. Og hérna það er líka patent fyrir þessu chemtraili. Hérna sjáið þið það sem ég var að benda ykkur á áðan. Og hérna er flugvél sem er lendi með sprayið á. Ef að þið haldið að þetta sé contrail, þá hlýt ég að spyrja aftur hvað er það að gera hérna? Hvað er það að gera hérna? Er eitthvað að villast? Og hérna svona himnasendingar er ekkert eðlilegar, sko. Þetta er ekki contrail, það er bara ekki þannig. Þetta eru eitur, þetta er nanoparticles af hérna aluminium og baríum og þetta er alls konar plastfíberar í nanostærðum. Og þetta er alveg samkvæmt áætlun þeirra sem að reistu til dæmis Georgia Guidestones sem að töluðu að eyða 7,5 billjón manneskja. Og ég minnst það áður að ástæðan fyrir þeirra að reisa svona minnisvirki eins og hérna Georgia Guidestone, það hefur að gera með trúarbrögð þeirra og karma og fleira slíkt. Þetta fólk trúir á karma sem er alveg ótrúlegt, sko. En málið er það, þeir sko ef þú ert að leita að raðmorðingja, þá þarf að skilja hvernig hann hugsar. Það hjálpa þér ekkert í þeirri leita, skilja hvernig þú hugsar. Það getur hugsað að hjálpa að vita hvað fórnarlömbin voru að hugsa eða einhver einkenni þeirra. En rannsakandinn, það breytir engu hvað hann er að hugsa upp á framvindu málanna. Og hérna framvinda málanna er þannig að það hlýtur að vera þannig að hérna þú reynir að skilja hvernig þessi einstaklingur hugsar og hvað hann er að pæla og hvaða merki hann skilur eftir sig. Sama er með þetta morðingjalið sem við erum að glíma við. Við þurfum að skilja hvernig þeir hugsa. Og ein af þeirra hugsunum er sú að ef að þú varar fólk við, til dæmis 9/11, það var rosalega mikið talað um það áður og sent mikið af viðvörunum að þessi atburður væri í vændum, bæði í bíómyndum og teiknimyndasögum og blöðum og í alls konar útgáfu þá var þetta varað við þessu, eins og núna þið sjáið í Super Bowl auglýsingum og fleiri slíku, þar er auglýst hvað stendur til að gera. Og þessir raðmorðingjar, fjöldamorðingjar, þeir líta þannig á að ef að ekki er brugðist við þessum tilkynningum þeirra,
að þá situr karmað af fjöldamorðunum á fórnarlömbunum en ekki þeim sjálfum. Og þannig hugsa þessir geðsjúklingar, sko. Og þess vegna er líka alltaf þessi umræða í gangi sem að þeir kalla í Black Law Dictionary. Þar var þetta kallað monsters. Ég fjallaði oft það áður hvað monster og það þýðir. Monster þegar að monster þegar að monster sem sagt lagaleg skýrgreining á fæðingu þar sem að sá sem fæðist svo vanskapaður eða illa gerður að hann hefur ekki mannlega eiginleika. Þá kalla þeir slíkt afkvæmi monster. Og ástæðan fyrir því að pæling monster rataði í lagabók Blacks einfaldlega sú að þeir voru að spá í það að monster hefur ekki erfðarétt. Og sama með þessar pælingar sem í gangi sem við sjáum í fjölmiðlum eða það virðist enginn sjá þetta nema ég bendi þeim hreinlega á það að núna fólk til dæmis bara lamað, horfir upp í himininn og veit að það verði eitra fyrir sér og það búið að þeir líta þannig á að fólk sem að mun deyja út af þessum eitrunum hafi bara átt að skilið. Það voru bara monster sem að skilja ekki einu sinni viðvaranir sem sendar út. Og ef að stjórnvöld væru á einhvern hátt fungerandi fyrir fólk í landinu eða væri einhverju leyti að vinna sína vinnu sem slíka, að þá mundu þeir neyða eitthvað af þessum flugvélum niður til rannsókna. En málið það að valdstjórnin með í spilinu. Það ástæðan fyrir því að fjölmiðlar og þessar ríkisstofnanir eins og þessi Ísavía að þeir að segja þér blákalt að þeir bara fljúga yfir Reykjavík með þennan drullu hala á eftir sér af því að það sé meðvindur. Come on, ég meina var eitthvað, að sko þeir líta þannig á, við erum búin að vara við, þetta full upplýst að þessi strókur sem kemur aftan á flugvélunum eitur og ef enginn bregst við þá skiptir það engu máli og þetta náttúrulega þetta, ég meina það búið að tala þetta í mörg ár, það fullt af samtökum sem hafa sameinast að reyna að stoppa þetta og fleira slíkt og þetta heldur bara áfram. Það eins og sagan með froskinn sem að settur í pott með vatni og það byrja að sjóða undir honum að hann fælist ekki eða hoppar ekki og endar með því að það orðið svo heitt að hann getur sig hvergi hreyft og síðan síður á og hann deyr náttúrulega en við svolítið í þeirri stöðu, það alltaf að hækka meira hitinn og við einhvern veginn alveg lömuð og það með þetta terrani sem í gangi og þetta dæmi sem í gangi að það versnar bara og versnar þangað til að á ákveðnum tímapunkti þegar þessi starfsemi nær
visst langt að þá er ekkert aftur snúið. Og það er það sem þetta fólk náttúrulega veit af. Og og ekki það að þetta sé það alvarlegasta sem að sé að ógna okkur akkúrat núna, sé þessi chemtrail, þó annars ég menna þessi ég meina þær geta blandað í þetta bara það sem þeim sýnist og í þessu eru taugaeitur og þeir geta sett einhverjar nýjustu Agent Orange í þetta og alls konar dæmi, sko. Og ég meina, ef ég myndi segja bara, já, ég ætla bara að fljúga yfir stórborginni og það kemur einhver skítastrókur aftan á mér, ég meina, heldur ekki eitthvað rannsakað, eitthvað gert hjá mér? Þess bara ef einhver myndi hringja í lögregluna og segja, heyrðu, það kemur einhver strókur aftan á flugvélinni hjá honum, þá myndi lögreglan fara að rannsaka það, ekki? Það er fullt af fólki núna sem hefur miklar áhyggjur af þessu og hringt út um allt og talað við fullt af fólki um þetta, en það gerist ekkert af því að valdstjórnin er með í þessu. Það er heila málið, sko. En það er örlítið fleira áhugavert í fréttum. Íslendingur stoppaður með hvalabein í Baltimore. Come on. Og var gert upptakt hjá honum. Og já, þessi þjóðarníðingur náttúrulega er að uppskera eins og hans hefur sáð vonandi. Það er ekki bara sanngjarnt. Já, ég get ekki sleppti að minnast á þessa mynd fyrst að ég er að strauja fram hjá henni. Þetta er góldúkurinn á húfunni. Þetta er góldúkurinn úr gólfinu á mistök. Ég ætlaði að byrja 1930. Það var þessna sem var enginn hérna. Afsökum það. Já, þeir eru komin. Það er þá þetta í góðu lagi. Ekki. Kannski ég breyti þessu aðeins hjá mér. En smá mistök. Ég er alveg út úr hól, eða ekki? Já, fólkið byrja að tínast inn. Þetta er gott lið. Samsæringar Íslands eru engir kjánar. Já, kannski sitja bara hérna live-ið. Ég þarf aðeins að gera grein fyrir mér. Það er ekki öll vitleysan eins, sko. En ég var svo sem bara að tala um þessi chemtrail og það dæmi. Það verður að reyna að telja okkur trú um að
Það er að telja okkur trúum að meðalhæfið byrjaði 1930 á smá tíma. Já. En það sem ég var að segja upphafi, ætla allavega að segja aftur. Ég setti linkinn þarna efst ef ykkur vill koma og spjalla. Ef ykkur vill spjalla. En það að tala þennan dómara sem var drepinn í Bandaríkjunum í gær. Hann blessaður. Hann Bill Hicks okkar fór alveg á límingunum yfir þessi gær. Og Bill Hicks er reyndar sem sagt leikari sem leikur Alex Jones. Það er leikari sem ég veit ekki hvað heitir. Þessi leikari lék Bill Hicks á sínum tíma og virðist vera að leika núna Alex Jones. En það breytir engu. Hann hefur dælt út fullt af nytsumum pæli og stíllinn á þættunni hjá honum er algjör snilld. Þannig að maður má ekki láta það hræða sig að þetta fólk sé að vinna hinum megin, maður bara nýtir sér það. Maður nýtir sér meðvindin, svo spreyjararnir gera. En þessi dómari hérna, hann var drepinn í gær. Og ef við sjáum hvað Bill Hicks að þessi gaur var drepinn að því að það er allt að fara í vitleysu í Bandaríkjunum. Og þessi dómari er einn af þeim fáu sem stóð í vegi fyrir afvopnun almennings í Bandaríkjunum. Og og Alex Jones var að segja það í gær, ég selði það ekki dýrar en hann sagði mér það. Hann var að tala það að þeir hefðu farið í fjölmiðla bara áður en að líkið var kólnað og tilkynnt að þetta dauðsfall hefði verið af eðlilegum orsökum. Það er brot á procedure. Það er sem sagt yfirleitt líður 1-2 dagar áður en að svona dauðsfall af natural causes er yfirlýst sko. Og þarna er bara vaðið 1,5 tíma held ég eftir að hann fannst látinn. Þá er rokið í fjölmiðla og sagt þetta var allt saman bara eðlilegt. Og það voru fleiri punktar sem hann kom með fram, hann Bill Hicks. Sko eins og með vindáttir þá þarf maður að átta sig á því í hvaða vindátt hann er að tala af einhverju viti, hann Bill Hicks, og hvenær hann er bara að frauða út vitleysu sko. En í þessu máli er hann að tala af visku og viti. Já, ríkisstjórinn í Texas tilkynnt þetta rétt hjá þér, Berti. Þetta er mjög grunsamlegt sko. Og sko maður þarf líka að átta sig á því í hvaða pólitíska samhengi þetta gerist. Sko það er töluvert sko það sem að Alex Jones var að segja, sem að hann er spot on með, hann var að segja að ef að Hillary Clinton yrði
ákærð. Sko það bara eru allir hennar glæpir liggja á borðinu. E-mail-skandallinn, drápið á eða morðið á sendiherra Bandaríkjanna í Benghazi og það bara vaða glæpir hennar upp alla veggi, sko. Og það sem Alex Jones var að segja var að ef að einhver myndi reyna að ákæra hana eða handtaka hana, þá yrði sleppt bara gengi af morðingjum út öll Bandaríkin. Og það vitað, það dauða slóð sem liggur eftir Clinton mafíuna og við vitum að þau voru prima motus í eiturlyfjainnflutningi í Arkansas, voru þar og eru enn. Náttúrulega NATO og CO snýst allt saman eiturlyfjastarfsemi og skipulagða glæpastarfsemi. Og þannig að það styttist mjög í að hamrinum verður sleppt, eins og þau segja, hammer dropped, að ástæðan fyrir öllu þessu brambolti í Evrópu og Bandaríkjunum, að við sjáum að það eru herir að stilla sér upp alls staðar. Og þegar það gerist, þá eru notaðar alls konar cover story, eins og í Brasilíu, Zika vírushoaxið, og þá bara verið að mobilisera 220.000 hermenn í landinu. Og þeir eru bara að fara með nýja heimildir út allt. Frakkland nánast yfirlýst, í Frakklandi eru herlög í dag. Það bara þannig. Það kalla neyðarlög, en það eru herlög, hrein og klár herlög. Og í Mið-Evrópu eru herlög. Markaðarnir hafa verið að hrynja núna seinni part síðustu viku. Það bara eins og það bara í frjálsu falli markaðir. Og Deutsche Bank væntanlega verður lýst gjaldþrota bara þess vegna bara á morgun, eða eitthvað, það er vita að þetta búið spil. Og við sjáum gullið fara að hækka, verð á gulli fara að stíga. Hlutabréfamarkaður allan heim í frjálsu falli. Og það hefur oft gerst áður að hlutabréfamarkaðir hrynja og allt það, en það sem að springa núna þessi afleiðubóla sem sko trilljón, skriljón, hún svo stór að það alveg, það verður rosa hvellur þegar hún springur. Og og með því munu dragast náttúrulega alls, lífeyrissjóðir og ríkissjóðir og alls konar dæmi muni dragast með. Og þetta hrun sem er yfirvofandi, búið að vera yfirvofandi í svolítinn tíma, að það gerir hrunið 2008 bara eins og skrifpúðsögu, af því að þetta tugumfalt stærra hrun heldur en var 2008. Og síðast var þetta bail out, það því að ríkissjóðir landa heimsins voru tæmdir til þess að láta mafíurnar fá peninga. Það það sem var gert á Íslandi til dæmis. Það var ríkissjóður tók 100 milljónir og gaf bara glæpamönnunum. Og þeir fóru bara út á skemmtistunnekkjuna sína, það var búin að vera fylliríki síðan þar. Og þeir hafa fengið sendiráðstöður og fleira slíkt. Og dæmi það hvað þetta allt saman ein mafía, að Árni fyrirverandi fjármála dýralæknir, að hann bara einhverju fínu starfi hjá einhverju alþjóðastofnun. Og einhverju var að segja við mig hvað það svo Skarpi eins og hann hefði skrifað meðmælabréf fyrir hann, og var hann ekki alltaf
Þú voru vinstri menn ekki að segja þetta var allt saman hægri mennum að kenna, þetta allt saman sama drullumallið. Og það ekkert lát á heimsku almenning, sko. Það má ef það að treysta einhverju, þá það heimska almennings. Það bara hægt að ganga út frá henni sem vísri. Og núna þegar var að stela borgun, sko, skattaþrælar landsins borguðu allt beilátið og keyptu í raun bankana á 5-földu verði, eða 500-földu verði, og keyptu það aftur og aftur og aftur. Og lífeyrissjóðirnir náttúrulega á það rugla allt saman. Já, þetta samtrygging, þetta náttúrulega mafían stendur með mafíu, sko. Það bara þannig, þetta mafía, þetta skipulögð glæpasamtök. Þetta ekki stjórnmálamenn og þetta ekki embættismenn, þetta eru glæpamenn. Mjög mikilvægt að halda þessu til haga. Að sko það voru sem sagt allir peningar almennings voru notaðir í þetta til að hjálpa glæpamönnunum, og svo kom fullt af þessum fyrirtækjum í eigu. Ég meina það bara nánast öll fyrirtæki landsins á tímabili voru í eigu ríkisins og lífeyrissjóðanna. Og síðan eru þessi glæpamafía búin að vera að stýra, þeir eru bara búin að vera að raka inn peningum í einangunar stöðu. Þess að þau fyrirtæki sem að skila arði og eru peningamaskínur, því öllu komið í hendunar á mafíósunum, sko. Og ef að einhver reynir að byrja að byggja eitthvað upp, að þá embættismannakerfinu beitt gegn svona einhverjum bara Jóni Jónssyni út í bæ, sko. Og þarna einmitt skýrt dæmi það sem að þjóðin látin kaupa banka og redda banka, það sem að yfirmenn búin að vera að borga sér 5 milljónir á mánuði og bónusa þetta og bónusa hitt, og síðan hefur alltaf hægri og vinstri nöldur kettlingarnar sem koma og segja, það leiksýningin allan daginn, en glæpirnir eru þarna alltaf á bakvið. Og þarna voru peningar skattaþræla og lífeyrissjóðsþræla landsins notaðir til þess að redda þessum fyrirtækjum. Og síðan þegar það kemur einhver arður eitthvað svoleiðis, þá fá allir bara, þá fer það allt, þá svona flutt svona fyrirtæki svo borgun yfir til mafíunnar. Það fyrirtæki gengur mjög vel, það að koma stór sala og svona eitthvað, þá passað upp á það fyrirtæki sitji ekki í eigu þeirra sem eiga það, að þeir muni absolutt ekki nota góðs af því. Sé komment frá hlustanda, Vilmundur Gylfa talaði þetta í ræðunni frægu á Alþingi. Vilmundur Gylfason vildi auka völd Seðlabankans. Vilmundur Gylfason var í raun fróðusnakkari. Alveg heilaþveginn inn að beini af þessu glæpakapali. Af því að þetta rekst allt til Seðlabankans. Seðlabanki Íslands ekki íslenskt fyrirtæki. Seðlabanki Íslands auðhringur og ríkisapparatið sem reyndar einkafyrirtæki. Það samruni þessara tveggja. Og ástæðan fyrir því, sko, alþjóðlegir auðhringir vilja helst fara í samstarf með ríkisstjórnunum eða þeim sem að halda utan lagavaldið. Af því að með því náður að halda utan sína eigin glæpamenn. Af því það svo, sko, það sem erfiðast þegar þú ert með svona mikil völd eins og að prenta peninga og eins og ringurinn í Lord of the Rings, að það bara allir sem að snerta ringinn sturlast, að það sem erfiðast að halda utan glæpinn, sko. Og þess vegna sækja þessir stærstu auðhringir heims eins og Seðlabankaauðhringurinn
mafían, skipulögðustu glæpasamtök heims eru seðlabankamafían, IMF og BIS, hvað þetta heitir allt saman, allar þessar stofnanir þeirra. Það skipulagðasta glæpastofnun heims í dag og þeir sækja í það að vera í sænginni með ríkisstjórnum, af því að ríkisstjórnin, lagasetningarvaldið, það passar upp á glæpinn, sko. Og það það sem hefur verið þessi fullkomna uppskrift, og fyrir utan það, þá það hidden in plain sight. Þetta svo augljóst að fólk trúir því bara ekki. En ég meina, þú veist, pældi því að þú getur bara prenta peninga. Það ótrúleg staða að vera í. Prenta bara peninga. Já, þetta peninga. Bara íta á print. Getur sett hvaða tölu sem þú vilt. Og það sem að glæpur seðlabanka mafíunnar að hleypa peningum út á markaðinn og síðan að taka út á markaðinum aftur. Það sem að blása böblur og hleypa síðan úr þeim og það svona vextur upp og niður og allt þetta. Og ég hef mitt séð að já, það rétt. Vilmundur Grey var mjög meitlaður. En hann var farin að sjá eitthvað ljós virtist vera. En sko, eins og hefur gerst á Íslandi undanfarið, þá hafa þeir verið að stýra þessu framboð á peningum, sko. Og þeir sitja fullt af peningum með framboð, fólk fer að byggja og gera alls konar og kaupa íbúður og hús og fleira slíkt. Síðan draga þeir allt framboð úr og munið það að meira segja fjármögnunarfyrirtæki bönnuðu fólki að selja bílana sína eða framselja samninga. Það var bara stoppað öll bílaviðskipti og það var stoppuð öll fasteignaviðskipti. Bankar sögðu bara nei, við fjármögnum ekkert og þannig það gert og þá alltaf hrynur þetta eins og spilaborg og þá tapar fólk aleigunni sinni og þá stofna þeir svona braskfyrirtæki eins og Gamma eða eitthvað slíkt, það sem þeir safna upp eignunum og fólk enda bara á götunni, sko, eftir þessa glæpamenn. Og þetta ekki hægt nema og sért með sýslumennina, dómarana, pólitíkusana, alþingismennina, ráðherrana, lögregluna. Þú þarft að vera með allar lögfræðiskrifstofunar, endurskoðunarskrifstofunar. Þú þarft að vera með allt þetta lið í vasanum til þess að geta framkvæmt þennan glæp. Þetta eins og þau sögðu með Enron, til þess að framkvæma Enron glæpin, þá þurftur að hafa lögfræðistofun og endurskoðunarskrifstofun í vasanum. Og takið eftir því til dæmis á Íslandi eiginlega engin umræða stóra glæpa endurskoðandana. Þeir sem skrifuðu upp á alla fölsuðu reikningana í þessu bókhaldi. Og það enginn af þeim í fangelsi eða lent í neinu vandræðum. Það alþingismaður á Íslandi sem hefur sagt það í fjölmiðlum og staðið við það að það enn þann dag í dag skipulagt skjalafals í stjórnkerfi Íslands, í embættismannakerfinu. Þeir stunda skjalafals. Og ég ruglaður að kalla þetta skipulagða glæpasamtök eða mafíu. Að þetta liggur á borðinu. Það liggur á borðinu. Og svo koma aðrir auðhringir inn eins og álriðisarnir að þeir koma inn og þeir vilja náttúrulega ekkert fjárfesta í að byggja eitthvað svona virkjanir og eitthvað sem svona dýrt eða eitthvað svona vesen, þannig að þeir semja við þessa sömu glæpa klíku sem lokal mafían, kallað alþingismenn eða lýðræðispupular einhverjir. Og þá fara þeir alltaf að tala við þá. Og þið sjáu að skattrannsóknarstjóri eða skattstjóri Íslands búin að vera núna í einhverja ára að tala með að við erum að fá lista yfir skattaskjól og við erum að fá lista yfir þetta og að kosta 300 milljónir að fá lista yfir skattsvikara sem reynda bara hetjur í mínum hugum. Að sko
en hún er ekki að segja sko, já, við ætlum að byrja núna að rannsaka það hvernig þessi einn af stærstu iðnaðum landsins hefur komist upp með það í 20 ára að svíkja undan skatti í landinu. Nei, við ætlum ekkert að pæla í því. Og það liggur bara á borðinu. Það þarf ekkert að eyða neinum 300 milljónum í að kaupa þá lista eða neitt slíkt. Þetta er allt saman blekkingar. En fólk verður að átta sig á sko samhengi hlutanna, að þetta eru auðhringir sem að koma og kaupa upp þessa fábjána sko. Já, ég er að tala Viggu Viðutan núna. Hún er núna að spóla upp ryki í löngu fyrndum málum og hún hefur komið fram og kemur fram með þennan punkt að það er skjalafals í gangi. Og reyndar er sko, það hefur alltaf verið í gangi. Og það er líka í gangi þegar hún eða hennar flokksmenn eru í einhverju ráðuneyti, þá er þessi starfsemi ennþá í gangi. Þetta er allt saman glæpamafía. Og eru öll í sömu skipulögðu glæpastarfsemi. Þannig að ég bara benda á þann sem er að koma með upplýsingar núna. Og hún verður væntanlega tekin pólitískt að lífi. Það hægri menn og vinstri menn munu sameinast það og henni verður þaggað niður í henni sko. En en núna allumis góður vinur okkar, hann Sturla Jónsson, er að sækjast eftir forsetaembætti í mafíunni. Og þið vitið að ég var spurður að hvort ég vildi bjóða mig fram í þetta og ég afþakka það því að ég sé engan tilgang í því að halda áfram þessari skipulögðu glæpastarfsemi. Og minn barnalegi og sennilega heimskulegi draumur er að fólk almennt verði svo upplýst og frótt að það er ekkert hægt að spila svona spuna blekkingatrikk á fólk lengur. Til dæmis núna með þennan Zika-vírus, þegar hann var settur í gang, svo blekking, þá var tugir manna strax á netinu áður en að bara næstu ána fréttina kom út og það var búið að vara við þessu fyrirfram sko, að þetta myndi vera prufað eða þetta væri spilað svona, að það var rosalega stór hópar af fólki sem hoppaði ekki borð í lestina. Og það er lykilatriði að leið og þú segir já, það er vírus og það er allir að deyja, þá ertu komin borð í lestina og þá ferðu bara tugg beint í eitthvað rugl. Og ég sá að sko í Noregi, ég sá frétt í Noregi þess að var búið að setja 10 milljón norskar krónur bara strax í eitthvað sjóð að reyna að redda eitthvað Zika-verkefni eða eitthvað. Og þið getið pottþétt bóka það er búið að eyða 20 milljóna í það á Íslandi, einhverja svona pælingar í kringu þetta. Þetta er skipulag fjárplóg starfsemi. Það er bara þannig. Og lækniskerfið, sko núna skilst mér að 73.000 heimskingar séu búin að staðfesta heimsku sína með því að skrifa upp á listan hjá öflugasta fjársvikara Íslandssögunnar, einn af þeim alöflugustu, sem að stal genum og ættarsögu Íslendinga og seldi bandarískum hergagna aðila. Og sko íslenska heilbrigðiskerfið er svona Rockefeller vitleysa. Það er bara tóm steypa í gangi, þú veist, fólk þarf að mæta með börnin sín í skoðun á 3 mánaða fresti til þess að mæla þau og vigta þau og
Ég meina, kann fólk ekki á hitamælir og vigt yfir höfuð? Þarf að borga einhverjum 2.000.000 á mánuði til þess að tróða einhverjum hitamæli upp í rassgatið á börnum eða fullorðnu fólki. Fullorðið fólk getur ekki einu sinni mælt sig lengur. Og þú veist, það þarf bara að koma á 2-3 mánaða fresti og tékka og þetta bara tómt rugl. Þetta bara eins og með bíl, ég meina, flestir kunna nú þannig var það áður, það nú kannski ekki lengur þannig, en flestir kunna nú að tékka á olíun á bílnum og athuga hvort að þurfa að fylla á bensín og þú veist, bara til þess að vera fungerandi ökumaður þá þarf það að kunna svona ákveðna hluti, sko. En náttúrulega þeir sem að selja einhverja þjónustu eins og að tékka á olíu, þeir græða náttúrulega á því að fólk kann ekki olíumælinn og bara alltaf 2 daga fresti fyrir að borga einhvern fyrir að tékka á hvort sé olíu á bílnum. Það náttúrulega voðalega ljúft fyrir þann sem að selja þjónustuna. En það opinbera líka heimskuð þess sem að kaupa þjónustuna. Og þetta kerfi sem við erum með byggt upp sem fjársvika kerfi. Sko, markmið með heilbrigðiskerfi heilbrigði fólks, að það sé heilbrigt. Og það svona aðeins á grensunni, það svona á milli geðheilbrigðisblekkingarinnar og hinnar blekkingarinnar, að hluti af heilbrigði ætti þá væntanlega að vera heilbrigðisskynsemi, eða ekki? Og það til dæmis að lækna með eitri ofboðslega mikil heimska. Að lækna með einhverjum lyfjum sem að hugsanlega lækna einn mjög vægan sjúkdóm en hafa 30.000 aukaverkanir sem eru stóralvarlegir sjúkdómir, það heimska. Og hver hefur ekki farið til læknis og fengið, já, pröfa þetta og komdu til mín eftir 2 vikur ef þetta virkar ekki, bara verið að gera tilraunir á fólki. Þú veit, á læknir ekki að vita þetta áður en hann skrifar eitthvað. Bara að pröfa þetta og svo kemur aftur bara alveg, já, ég bara með eitthvað illt í nýrónum með eitthvað, já, það einmitt einu aukaverkan, þá þarftu að taka þessi lyf áfram og þessi lyf, skilur. Í alvöru, sérðu ekki hvað þetta heimst? Í alvöru. Þú veist, þetta kerfi bara keksruglað. Ég meina, ef þú átt bíl, fattar það að það ofboðslega heimskulegt að láta einhvern tékka olíun á 2 kílómetra fresti og borga 50.000 kall í hvert skipti. Fattar það ekki, eða? Sko, það var læknismeðferð á síðasta ári sem var framkvæmd á einum einstaklingi fyrir einn sjúkdóm. 130 milljónir kostaði meðferðin á einu ári. Það þetta sem þeir tala alltaf sem $1 milljón pillan. Það 150 milljónir, cirka. Að læknar og læknavísindi voru alltaf að segja, já, við þurfum að búa til $1 milljón pillu. Þetta bara fjársvika menn. Þetta fjársvika fólk. Þetta eru glæpamenn. Og þeir eru náttúrulega að vinna í gegnum grunnþarfir mannsins sem að geta miðlað einhverjum verðmætum með peningum eða elektrónískum hætti eða hvernig sem það tallistikk eða perlum eða hvernig skiptir eitthvað máli hvernig þú skiptist á verðmætum. Það þarf að vera einhver funksjón til þess að gera það. Og þar kemur auðhringur og einokar það og misnotar á alveg herfilegan hátt og kemst upp með það. Og það náttúrulega þannig að það þarf að vera eitthvað til þess að hugsa veikt fólk og það þarf að setja gifs á bein og eitthvað svona, það alveg saman að því, það þarf að gera eitthvað. En það náttúrulega bara auðhringur og skipulag glæpasamstarf sem búin að yfirtaka þessa þörf mannsins. Og svo flestir þurfa nú að byggja sér eitthvað kofa til þess að hanga í. Og þar bara komin heil mafía, bara verkfræðingar og arkitektar og spekulant þetta og spekulant hitt gæða eftirlit og bara, oh my god, sko. Veist, ég vissi ekki að það væri svona flókið að byggja hús, sko.
Húsið sem að við eigum reyndar ennþá, sem hérna var byggt 1912, það var engin teikning til af því einu sinni hjá bæjarskrifstofunni. Það var ekki einu sinni teiknað þetta hús, aldrei. Og það var bara smiður kall eða svona einhver kall sem kom þarna bara. Hann bara byggði húsið og það hefur staðið í 100 ár, þjónað fullt af fjölskyldum og þjónaði okkur mjög vel og þjónar enn mjög vel, ekkert að þessu húsi. Hvernig stendur á því að þetta hús hefur þjónað í 100 ár eða var engin svona spekulant eða gæðaeftirlit eða neitt í gangi? Og hvernig stendur á því að mannkynið ekki bara gjörsamlega dautt eða voru ekki svona bóluefni og spekulantar með milljónir á mánuði að tróða hitamælir í rassgatið á fólki? Hvað þarftu að kaupa dýran starfskraft til að tróða hitamælir í rassgatið á þér? Hvað kostar það? 2 milljónir á mánuði? Og segja hvað stendur á því? Já, þú ert 32 kíló eða þú ert 105 kíló. Já. Hvers konar vitringa þarf í þetta? Á Íslandi engin efnahagsvandi. Á Íslandi engin heilbrigðisvandi. Á Íslandi bara einn vandi og það heimskuvandi. Þú ert svo andskoti heimskur og heimsk. Það vandamálið. Það ekkert annað vandamál í gangi. Því miður. End of story. Já. Já, ég hef búin að vera að rífa svolítið kjaft á Vísir. Ég virði Vísi fyrir það að þeir hafa ekki neitt að reynda að hrekkja kommentin hjá mér. Ég þakka stjórnendum Vísir sérstaklega fyrir það. Hún ekki Ingibjörg Pálma stjórnarformaður hana? Bara þakka þér fyrir það, kæra Ingibjörg. En og svo alltaf að dúkka upp eitthvað svona dæmi eins og hérna. Þetta bara læknir sem var að falsa gögn, stórskaðaði fólk, skar úr þeim barkann og setti eitthvað plastdrasl í staðinn. Hvað finnst ykkur um það? Síkaveiran, það bara spuni, lyga spuni, það ekkert að marka sem þetta lið segir, þetta fjársvikastarfsemi. Ástæðan fyrir þessi börn fæðast með lítið höfuð að fyrir cirka 10, 12, 14 mánuðum þá voru allar konur sem rólega þvingaðar til þess að taka bóluefni með lögum. Og það gríðarlega mikið að eiturstarfsemi í Brasilíu. Það ástæðan fyrir að börnin að fæðast vansköpuð. Og það ástæðan fyrir að þeir vilja bólusetja óléttar konur að fóstrin svo rosalega viðkvæm, það þola ekki neitt í ákveðnu tímabili móðurkviði og þá segir þessi læknamafía, já, endilega bólusetja þá, sko. Í alvöru, þetta lið bara keksrugla, sko. Og hérna einn af þessum fyrstu skóla leiksýningum, school shooting leiksýningum. Ég setti hér inn að þessi atburður var sviðsettur og deildi þarna held ég 2 vídeóum sem að fjalla það. Og ég fann reyndar ekki, það ekki eins mikið af vídeóum Kólumbæn, það náttúrulega þessi starfsemi þeirra sem að, ég var náttúrulega steinsofandi þá í heimsku minni. Þannig að það var eiginlega enginn til þess að debunka þetta á sínum tíma. En það eru nokkrir sem hafa farið tilbaka og debunka þetta. Þarna var æfing, þetta uppfyllir öll skilyrði, falskt flagg, aðgerðar, sviðsetningar. Loftmengun, þetta svona sem að útskýrt chemtrail. Þegar að fólk fer að deyja á Íslandi út af þessum flugvélum sem var að fljúga yfir núna, þá það útskýrt eitthvað svona, já, þetta vírus, þetta faraldur, þetta loftmengun. Það eitthvað fundið til, allt nema það sem raunverulega gerðist.
Hérna, það eru ennþá verið að mjólka peninga út af þessari lygasögu hérna í Þýskalandi og allt í gangi. Þessi kelling var að vinna. Hún verður næsti forseti. Það er búið að ákveða það. Sýrland, það eru Sádi Arabía og Tyrkland alltaf halda áfram að hjóla í það dæmi. Hérna er verið að fremja stríðsglæpi á hverjum einasta degi og flestir eru bara borið raskatið á sér á meðan. Hérna er þetta merkilega dæmi þessar þyngdarbylgjur. Sko Gravity, hann Frosti vinur minn í Harmageddonum, hann er í þessum trúarsöfnuði. Þarna þið kannist flest við trúarsöfnuð sem hann er að krítisera gegndarlaust sem heitir, eða svona með Guð. Guð er það sem að spaslað er með. Veistu, það eru einhverjar spurningar sem kom upp, þá er það Guð þetta og Guð hitt, sko. En í þessum trúarsöfnuði sem er sama svipuð strúktúr á, að þá er það Gravity. Að allt er útskýrt með Gravity. Ekkert af þessu er raunveruleikur, þetta er allt saman lygi sem við erum að segja. Allt er lygi. Og sko, ef þú geisli, þetta er 4 kílómetrar, reikna út hvað er mikið hæðamunur á 4 kílómetrum. Það er 2,5 míl, það ætti að vera nokkri metrar hæðamunur. Ef að jörðin er svona kúfur, þá ætti að vera töluverður hæðamunur hjá milli. Þannig að þetta er sennilega meiri sönnun fyrir því að ég ætla bara að taka það fram að því ég veit að allir fá bara geðveikiskast í hausnum þegar að byrja að tala þetta málefni. Ég ætla bara að taka það skýrt fram áður að það er tvöfeld blekking í gangi. Þeir sem er að selja þér glóphugmyndina er að ljúga þér. Þeir sem er að selja þér flötu jarðarhugmyndina er að ljúga þér líka. Það er þriðja skýring sem við erum að leita að. Bara það sé á hreinu. Það er mín núverandi skoðun á þessu. En þetta er meiri sönnun fyrir því að jörðin sé flöt heldur en að sé þyngdarbylgjur í gangi. Að hvernig getur þú skotið laser í 4 kílómetra án þess að reikna með körfutur, þessum að jörðin bognar. Það er ekki hægt. Að 3000 kílómetrar. Vá. Þetta er hvað segja 4 kílómetra. Ok, byrjuðu. Já, ok, það eru 2 greiningastöðvar, já, ég skil. Ok. Já, ok. Og það er alltaf svona sem að lygin er. Það má alveg segja að þetta er raskatið á Guði og hann prumpaði og þetta eru bylgjur frá prumpi Guðs. Þetta ef þessi mæling sem ég dreg mjög í efa er að mæla eitthvað, þá getur hún alveg
þar kemur skáldskapur við og það eitthvað sem gerist, skilurðu, og, hérna getur verið að það hafi verið einhver segulstormur, það getur verið að hafi verið vörubíll sem keyrði framhjá göngunum, það getur verið að flugvél hafi flogið framhjá sem hafi útskýrt þetta misræmi í það getur verið að hafa elding hafi þú veist, það er svo margt sem getur útskýrt þessa brenglun í mælitækjunum. En þeir segja það þetta þegar þessi 2 svarthol gerðu þetta fyrir skrilljón árum og sko mín útskýring alveg jafn valid að þetta var einfaldlega Guð að prumpa hérna fyrir skrilljón, milljón, trilljón árum og 2 dagar í viðbót, sko. Það raun alveg jafn trúverðug skýring á þessu að einhverju mælitæki hafi hrist eitthvað, eða veist, að mælingin hafi eitthvað, þú veist, þetta svo mikið vitleysa og það sístækkandi hópur allan heim sem að situr bara og hlær af þessari heimsku. Þú veist, fólk bara já, bara hlæjandi, þú veist, bara come on, þú veist, það orðið skemmtiatriði á YouTube að spila þessa fréttamannafundi þegar þeir að segja þetta allt saman. Og þetta orðið bara brandari, sko. En þetta alveg ótrúlega vitleysa sem í gangi. Nei, heyrðu, bíddu nú við. Nú eru Norður-Kóreumenn að koma til Íslands. Maður lifandi, verðið rólegir. Það munu verða meiri áttar hernaðaraðgerðir alveg á næstunni á Íslandi. Það allt sem bendir til þess. This just in, Norður-Kóreumenn sjá tækifæri norðan Íslands. Leiðtogi hefur öllum að óvörum undir þetta Svalbarðasáttmála. Þessu mesta ógnvaldi suðaustur. Come on. Það ekki betur hver skrifar þessa frétt eiginlega? Innlend. Ekki heil brú í ykkur strákar? Það ekkert nafn? Hvað nafn? Ekki ykkur sem skrifar undir? Kristján Már. Halló, hver skrifaði þessa frétt? Strákar, hjálpið mér. Og stelpur, ykkur stelpur, þetta ekki mest bara einhverju kallar alltaf að horfa á mig. Þetta bara spuni, skiljið. Svalbarði, Norður-Kóreu. Þykir ykkur mesti ógnvaldur við, það náttúrulega bara þegar hann ekki með Rothschild-banka, sko. Já, þetta spuni. Þetta spuni og lygasaga. Norður-Kóreumenn hafa engan áhuga á því að fokast upp í Svalbarða. Sjáðu, þetta allt svona telur, heldur. Allt svona tilfinningaleg rök. Kommentina. Ég held að Obama væri mesti ógnvaldur heims. Kannski þeir voru að mæla þegar Obama prumpaði. Það kannski það sem hefur hreyft við þessum lasermælum öllum. Obama prumpaði! Það vitið hvaðan Harmageddurnar stela aktinu. Röddinni. Þeir hafa stólið röddinni minni. Hann bannsættir.
Annar spuni. Sjáðu. Spuni. Alveg pottþétt að það kemur einhver saga hérna áfram með þetta. Þetta fólk er nú með einhvers staðar uppi í landi væntanlega. Sjáðu, það eru steinar hérna. Svona er svindlað myndefni. Sjáðu, hérna eru steinarnir. Það er allt saman lygi. Hver skrifaði þetta? Bíddu. Innlent. Hvar eru hérna frétt? Eru menn hættir að setja nöfnin sín undir? Nei, hérna, já, fyrirgefðu. Sunna Kristín. Eftirlitslaus börn sem að, veist hvaða kjafta er í gangi, maður. Þetta er náttúrulega bara psyop spuni sem er í gangi. Sjá, þetta börnin er upp í miðri fjöru. Og svo er sýnd mynd hérna einhverju fólki. Þetta er ekki land hérna báðum megin. Hvernig er það? Í dag. Maður náttúrulega átt að segja þess betur á því hvernig myndin er. En þetta er náttúrulega bara hluti af þessum spuna sem búið er að vera í gangi. Þið sáu náttúrulega hérna það sem ég var að tala um þannig í fjöru. Og þið takið eftir, það er alltaf líka undirbúið áður. Fyrirgefðu, eruð þið að horfa á mig en ekki það sem ég er að fletta. Það er nú ekkert nýtt. Ég var að fletta hérna aftur. Sjáðu þið hérna. Ég var að horfa á þetta hérna á hann. Ég var að ranta. Þessi börn hérna. Fyrsti sýnd mynd hérna einhverju fólki. Ég veit ekki, er þetta land hérna og hérna? Sko, Jökulsárlón lítur ekki svona út, sko. Það sem er hætta. Sjáðu, þetta er land væntanlega hér. Er þetta ís eða steinar? Mjög þröng mynd, það er ekkert gott átt að segja hvað þetta er. En síðan sjáum við hérna, það er alveg bara börn. Greint var frá eftirlitslausum börnum sem voru hlaupandi. Þið sjáum hérna, þessi börn eru í fjörunni. Sjáum við steinana hérna. Þannig að það er engin hætta hérna, sko. Það er verið að ljúga einhver. Daginn út og daginn inn. Bíddu, var þetta, já, þetta var hluti af spunanum. Ókei, já, ég skil. Mér fannst svo skrítið hvað var verið að blása mikið upp að þessi fáviti var hérna. Það er greinilega hluti af spunanum. En hérna, það sem ég var að segja, já. Hérna, come on. Ok, höldum áfram. Já, hérna er eitt sem ég ætla að spjalla mig eftir. Hérna er verið að spinna á móti stórmeistara Guðjóni. Opna nýjan glugga með þetta, þannig ég gleymi sig ekki. Fjöldi flugvéla nýtir meðvind yfir landinu til að komast til Norður-Ameríku. Já, einmitt, já. Það er þetta svona meðvindur, já. Já, það er rosa þægilegt að fljúga með meðvindi. Já, ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem að kemur meðvindur í himninum, sko. Ég held að það sé þannig, sko. Já, þannig held ég að sé, sko.
Hérna kemur sem sagt spuninn. Ferðaþjónustufyrirtæki tekur Reynisfjöru út sem áfangastað. Þetta er spuni. Munið, ég var búinn að segja ykkur þetta væri spuni. Lögreglumenn vakta ströndina næstu daga. Þeir voru semst að fá 400 milljónir eða 200 milljónir í viðbót eitthvað svoleiðis til þess að passa þennan sandskika. Það er ekkert komið nafn á þessum manni eða neitt þegar einhver deyr þá kemur daginn eftir eða 2 dögum seinna þá kemur nafnið og það hefur ekkert gerst. Þetta er uppskáldaður persónuleiki. Bíddu nú við. Já, ok, það var ekki þessi sem að áhættugreining. En þið sáu líka að það var þarna spuni áður. Það var áður voru nokkur eitthvað sem datt svona örlítið. Það var sem sagt það var nefnilega þannig sko. Þetta er sviðsett hjá þér. Þetta er algjörlega sviðsett. Hérna, það var þetta sem ég ætlaði að sjá. Það var þessi frétt hérna. Sko, ég var nú ekkert að pæla svo að það var einn af þessum öðrum 3 atburðum sem hann minnist á hérna í fréttinni sem að kveiktu svona á einhverju pæli aftur í hausnum á mér. Þess að ég muni þarna hvaða önnur 4 nefnir hann? Já, hérna. Kínversk kona lést í köfunarslysi í Silfrinu. Kínversk aftur. Hefur eitthvað birt nafnið á þessari konu? Japani lést í umferðarslysi. Og breskur ferðamaður látinn á Snæfellsnesi. Ég hef allavega ekki orðið var við nöfnin á þessu fólki. Vinsamlega leiðréttið mig ef að þið viti betur en ég. En hérna ég held að þetta var í Jökulsárlón. Ég sé enga ferðamenn vera að hoppa hér eða hlaupa út allt. Þetta snýst ekkert þessa túrista eða öryggi fólks. Það er öllum skítsama það í valdstjórninni. Þeim er alveg sama. Ég meina, þeir hafa haft hitahverina opna í áratugi og fossana og allt og það var allt verið í rusli sko. Þannig að þeim er alveg skítsama. Þeir hafa sannað það með verkum sínum. Vandamálið er að það sem að þeir er að gera er að þetta snýst peninga og völd. Þessir gaurar hérna voru að fá einhverja 200 milljónir. 200 milljónir? Það er svolítið peningur eða ekki? 200 milljónir. Eða hvort þeir voru með 200 milljónir og vilja fá 200 milljónir, já, 400 milljónir í viðbótar. Já, 400 milljónir til löggunar. Já, það er svolítið mikill peningur eða ekki? 400 milljónir. Og okkur vantar 200 milljónir. Sko, það er til háþróuð tækni fyrir svona börn og það er því beitt á leikskólum. Það er svona gönguband með lykkjum.
þar sem að fólk heldur eða börnin halda í lykkjuna þegar að gengið er með þau götur bæjarins. Og þetta er alveg hátæknibúnaður sem að fóstrur landsins hafa notað í áratugi og í sjálfu sér þarf ekkert að eyða neinum, ég meina hvað kostar svona band? Það kostar einhverja smávera bara. Að það er einfaldlega hægt að nota svona band til þess að leiða þessa túrista niður í fjöru. Og það er hægt að leysa þetta á mjög einfaldan hátt, en það þarf náttúrulega eins og alltaf þegar þessir hálfvitar eru að störfum, þá þarf að leysa þetta á flóknasta og dýrasta hátt. 200 milljónir. Það er ekki verið að tala um einhverja smáaura, sko. Þið sjáið að allir peningar landsins er að fara í lögguhaugamafíuna, er að fara í dómaramafíuna sem að var að fá, sko, þegar að nauðgunardómarnir voru, múgaæsingadómarnir tengdir nauðgunarspunum, að þá fengu dómarar launahækkun sömu vikuna eða í sama mánuði og eldri dómarar fengu eftirlaunahækkun. Háskólinn hefur alltaf verið að fá meira og meiri peninga og núna er genaglæpóin er að heimta meiri peninga inn í heilbrigðiskerfið. Þið sjáið ekki hvernig þessar mafjur hafa alveg kverkatak á heimskingjónum. Og síðan er bara genginn hringurinn, veit að það er bara háskólanámið allt í uppnámi, allir háskólanir eru bara vitleysi á 100 milljónir þangað, 200 milljónir þangað. Svo er hérna bara heilbrigðiskerfið er alltaf farið í rúst og alltaf farið í vitleysu af bara 100 milljarðar á ári fara þangað, bara bætum 20 milljörðum við eða 50 milljörðum. Svo er farið í þetta lögfræði dómaragengi og allir, þessir kallar eru bara með 2 milljónir á mánuði. Þeir þurfa að fá meiri laun, og hækkum laun dómara. Og svo er bankastjóri með svo mikla ábyrgð, þeir þurfa að fá 3 eða 5 milljónir á mánuði og 7 milljónir og sitja í stjórnum út allt og eru bara príma mótus í öllum fyrirtækjum landsins. Svo er bara lífeyrissjóðirnir, það má ekki lækka vexti, það má ekki gera þetta, lífeyrissjóðirnir. En takið eftir að samnefnarinn í öllu þessu liði er háskólinn, háskóladraslið. Þetta er þessi Einstein trúarsöfnuður eða Gravity, þetta lið sem hefur Gravity fyrir sinn guð, og ástæða fyrir að Gravity er með G og Guð er með G er að það er 7. dag, 7. og að talan 7 er heilög tala. Það er náttúrulega því að G er stafur Guðs, það er 7. stafurinn í 77. stafurinn í stafrófinu, og það er ástæðan fyrir að orðið Gravity er með G, að Gravity gegnir sama hlutverki og Guð, að svona fylla upp í allar sprungur á kenningunni. Ef eitthvað er svona erfitt að útskýra, þá bara, það er Gravity, sko. Já, þetta er svona Gravity, sko. Sem er bara eitthvað, veist. Það er sjálf sér ekkert útskýrt í neinum detail, það er bara áhrifin frá því eru sýnd. Saman með Guð, Guð er ekkert útskýrt, það er bara áhrifin frá Guð eru sýnd. Og sömu áhrifin geta verið útskýrt með guðlegu pæli eða Gravity pæli. Það er alveg hægt að gera það. Þetta snýst allt saman um trú, hvaða vellu þú trúir. En ef ég held áfram með þetta háskóla fjársvika glæpamafíu dæmi, og svo sjáum við að koma alls konar vísindamenn alveg bara, allir fiskistofnar heimsins eða Íslands eru bara að verða búnir eftir hádegi á morgun ef við sitjum ekki í kvótakerfi og jari. Og allir góðvinir glæpamafíunar fá allar auðlindir landsins bara á færibandi, sko. Og sko
í raun alveg ótrúlegt að Íslendingar séu að þiggja einhvers konar atvinnuleysisbætur eða einhverjar velferðarbætur, af því Íslendingar eru svo ríkir að þeir þurfa engar bætur. Ef Íslendingar myndu bara fá greitt það sem þeir eiga, sem landið, miðin og allt kring, þá þyrfti enginn að vinna. Þetta er í sjálfum sér eitt sem þeir hafa lært í Sádi-Arabíu. Þar vinnur enginn af hinum raunverulegu Sádi-Arabum. Þeir bara njóta auðlinda landsins. Og þess vegna er Ísland vanþróað ríki. Íslendingar eru vanþróaðir og eru heimskingjar, því það er að rænta þeim öllum auðlindunum. Og þeir eru alltaf bara að basla og það býður eftir þeim arfur sem enginn hefur haft fyrir því að segja þeim frá. Og þá kem ég nú yfir í þetta hérna sem að er þetta sögufölsunarkjaftæði. Þetta snýst rosalega mikið erfðaréttinn eða erfðagóssið, að sko það er verið að reyna að grafa undan því að við Íslendingar eigum Ísland. Það snýst þessar pælingar hérna. Við farið að skoða prófessor í eðlisfræði, fremstur í flokki. Hann er fremstur í flokki, sjáðu. Sem andmæla ríkjandi söguskoðunum. Og einhverja nýjustu uppfinningar á einhverjum tímamælingum og jari, þetta er bara þetta er kannski prumpið sem að mældu þarna í leyserstöðinni. Að sko þetta snýst það að svipta þennan erfðarétt. Það snýst þetta allt saman. Og það er nú eitt sem að við félagarnir í djúpköfunum höfum rætt er þetta þegar að Kópavogsfundurinn og aldaráni var framkvæmt þar og hún á að vera eitthvað vesanest í því að fljótlega eftir það kemur en ekki með tímaröðun á þessu frammi, en allavega þá gengur maður á launum konungs að hreinsa upp sögun okkar. Að það er alltaf hluti af svona viðbjóði. Já. Já, ok, þetta eru skilaboð hérna til mín. Þannig að það, sko, þessi spunar tengjast allir. Sko, New World Order notar þetta trúfélag sem heldur til í háskólasamfélaginu til þess að ná fram markmiðum sínum. Alveg svo kaþólska kirkjan notaði kirkjurnar sínar og það lið til þess að ná fram markmiðum sínum. Og það er alltaf sömu markmiðin í gangi. Það er að eignast land grab eða hirða land af þrælunum. Og með því þá náttúrulega, ég meina, ef að þú átt landið þá áttu alla resursuna, áttu allt drastlið, sko. Og þessar hreyfingar sem í gangi núna, sem þetta Sameinuðu þjóðirnar og NATO og CO og allir þessir aðilar, þetta eru svoleiðis stórtækar vinnuvélar í því að rífa land af fólki. Og það þetta eins og BLM með þetta Bounty Farm í Bandaríkjunum og allir spunin í kringum það var verið að taka land af bændum þar. Og kaltænin í því náttúrulega þeir bændur eignuðust það land með að drepa indjána. Þannig að þetta þessi eilífi spuni sem alltaf í gangi. Og hann Mörris, þetta sem skrifaði með henni Brundtland, þetta skelfilega plan Agenda 21, núna kallaði Agenda 2030,
að það landgrabplan, það áætlun það að yfirtaka allt land og háskólasamfélagið verkfæri í þessu dæmi, alveg eins og klaustrin og kirkjurnar og það allt voru verkfæri í áætlun páfans að eignast allt land. Og eins og ef ég vitna í vitran mann sem heitir Desmond Tutu, hann sagði þegar þessi trúboðar komu hérna, þá áttu við allt landið og þeir komu með biblíur og sögðu látum oss biðja. Og við lokuðum augunum og fórum á hnén með þeim og báðum svolítið og þegar við opnuðum augun aftur þá áttu við allar biblíurnar og þeir áttu allt landið. Og það þessi eilífa svikamylla sem alltaf í gangi aftur og aftur og aftur og hún breytist ekkert. Og þessir spunar til dæmis núna í Reynisfjöru og aðrir spunar sem ég minntist á áðan, þeir hluti af þessu landgrabbi og fjármagnaðir af Sameinuðu þjóðunum sem eins og bara kaþólska kirkjan. Þessi trúboðsdæmi, trúboðarnir voru fjármagnaðir, þeir fengu biblíur bara þeir voru ekki að borga biblíunar og þeir voru fjármagnaðir í þessar trúboðsferðir og sama með þessar trúboða sem við sjáum í dag. Þeir koma frá Sameinuðu þjóðunum og NATO og kó. Þess vegna sjáum við að manneskja eins og Birgitta uppkeiftur agent, þegar hún byrjar bara daginn eftir hún kjörin, hún farin að vinna í NATO og kó og svo hún hann í Sameinuðu þjóðunum og þið sjáum bara ferli manneskjunar að hún ekki að vinna fyrir okkur víkingana, hún að vinna fyrir páfan, sko. Og sama sjáum við að þetta lið allt saman bara dregst þarna upp til Brussel, hvað ekki þarna Þorfinnur Ómarsson, hann þarna alltaf í Brussel eitthvað að þvælast, Kristinn þarna víkilegandinn, hann alltaf í Brussel eitthvað að þvælast, hún Eva Hauks alltaf eitthvað í Brussel að læra og hann Páll sem sat yfir rannsóknarskýrslu Alþingis, hann allur kominn til Brussel eitthvað að bartútsast. Sko þið þurfa að átta ykkur á því að allar þessar Brussel hórur ekki að vinna fyrir þig eða þitt land eða líð. Það ekki þannig. Haldið þið að munkar og prestar í kaþólsku kirkjunni sé að vinna fyrir löndin sem þeir starfa í? Nei. Þeir að vinna fyrir páfan. Þess að Doninn, aðalmanninn í mafíunni. Og Kári hluti af Kanamellur-hreyfingunni af því að þessu apparati stýrt frá reyndar Frakklandi, City of London, Washington DC og Vatíkanið náttúrulega líka og Ísrael. Þaðan þessum aðgerðum stýrt og Kári kemur úr búðum Washington DC. Svo þetta fólk allt saman með eitthvað svona stikkfrí passa þannig að það borgar enga skatta og það engin lög ná yfir þetta fólk, það allt saman stikkfrí bara. Og það náttúrulega rosalega þægileg staða að vera í. Og sko ef þið áttið ykkur ekki á dýpt heimsku þeirra sem að skrifuðu undir þennan áskorunarlista hjá genaglæpó dæminu, þá bara ekki lagi með ykkur, sko. Ef þið áttið ykkur ekki á glæpóinu í þessu læknakerfi, sko það sko business modelið í læknakerfinu að taka svona uppskriftir sem hafa gengið mann fram að manni, þess að borða heilbrigðan mat og þú veist, passaði á að borða ekki eitthvað sem eitrað, bara alveg þetta tvennt bara fer með þig langa leið að og þú veist
þeir hafa þessi alþjóðlegi glæpahringur sem að Rockefeller glæpahringur sem að stjórna þessu læknakerfi, að þeir dímonisera alla sem að kunna lækna fólk tiltölulega ódýrt og hagkvæmt, sko. Til dæmis fullt af konum, svona þessi grasalæknar eru yfirleitt konur sem algjörir snillingar, sko. Þetta fólk fær náttúrulega ekki krónu frá sameiginlegu sjóðum til þess að styrkja sitt starf og fleira allt úr innlendum jurtum og þetta eru snillingar, sko. Þetta fólk bara dímonisera eins og ég veit ekki hvað, já, eins og nornir. Þetta voru nornir, það voru þær sem að kunna lækna fólk með bara svona einföldum atriðum og þær voru dímoniseraðar. Af hverju? Það út af peningar og völd. Og þetta Rockefeller dæmi meira að segja hannað þannig að þetta situr þjóðir á hliðina. Það getur enginn haldið þessu kerfi gangandi. Það ekki hægt. Og það hannað þannig. Þú veist, ég meina heilbrigðiskerfið það sem að fólk bara, þú veist, þetta læknalið segjum að þetta sé bara með 2 milljónir á mánuði og ég held að það sé nú svona bara svona hógvært áætlað. Svo eru 10 einhverjir bara að mæla upp í raskatað á fólki og spá í hvað hita þeim og allt svona hluti sem fólk getur bara gert sjálft. Að 10 svona fábjánar kosta 20 milljónir á mánuði. Getið þið ímyndað ykkur hvað grasalæknarnir og fólki sem að hefur þessa heima þekkingu og svo bara að halda námskeið þar sem eru sýnt hvernig þú að sitja svona mælir upp í raskataður. Ég meina það þarf ekki að vera mjög dýrt að halda slíkt námskeið. Sko bara 10 af þessum fábjánum í þessu læknadæmi það þetta að fara svo langt með það að gera alls konar sniðuga hluti. Og annað sem að þessi læknafávitar klikka á og þetta eru sko þeir eru haldnir, það einn sjúkdómur sem gengur í þessari háskólakirkju og það að hafa kontról og þeir eru algjör kontrólfrík, sko. Þú veist, þeir vilja helst þetta mæli sem að mælir öll hjartlögin og setja eitthvað skatt á það, já, bara 1000 hjartaslög, sko, þú kemst ekkert upp með það, bara slá hjarta 10 sinnum og við fáum ekkert. Þú veist, þetta eru tollheimtumennir og andskotanir sem að við erum alltaf, mannkynið alltaf að glíma við. Að sko, það var hægt að nota, þarna við bara að tala 10 fábjána. Og svo mátti ekki gleyma því að þetta lið skrifar upp á einhver meðul sem að eru svo dýr að neytandinn treystir sér bara að borga 3% af kostnaði eitthvað slíkt og hitt bara eitthvað bara að moka á ríkissjóði og ég meina hvaðan koma þessar pillur sem kosta 100 milljónir á ársskammtinu, hvaðan kemur þetta frá Mars eða kemur þetta, hvaðan kemur þetta? Já, þetta allt saman bara unnið úr náttúrunni. Já, einmitt. Og kannski úr þessum plöntum sem að grasalæknarnir að mæla með, já. En af hverju þarf það að borga 180 milljónir fyrir ársskammtinn fyrir einn einstakling? Já, svona bara lífið. Já. Það, já. Og þú einn af þessum hálfvitum sem skrifaði undir þetta? Að fá meira af þessu keksi yfir okkur? Nei, come on. Come on. Come on. Þetta heimska. Þetta hámark heimskunar. Veist, það á Íslandi, svo mætti nú einn af þessum háskóla trúboðum, mætti þarna í sjónvarpinu í fyrra eða hittifyrra. Já, við höfum verið að gera hérna rannsóknir sem að kosta náttúrulega 30 milljónir eða 50-100 milljónir að gera svona rannsóknir. Samkvæmt nýjustu rannsóknum þá náttúrulega lýsi stórskaðlegt heilsu fólks. Já, þetta alveg bara síðasta sort að fólk sé að borða lýsi og að gefa þetta börnum náttúrulega ábyrgðarleysi, það náttúrulega svipta fólk börnunum þeirra ef þeir að gefa þeim lýsi. Eru þið eitthvað brjáluð? Já,
Ókei, ég skil. Mhm, einmitt, sko. Já, mm. Og dýralæknirinn sem sagði við mig á kommenti að já, það vill enginn borða hvalkjöt, það er fullt af mercury, það er fullt af svona kvikasilfri í hvalkjöti, sko. Það er fullt af kvikasilfri, sko. Já. Já, nei, þetta kvikasilfur sem er í bóluefnunum er ekki kvikasilfur. Nú, hvað er það þá? Ja, það er svona ekki kvikasilfur. Já, ókei. Þannig að, skilaboðin frá trúarhreyfingunni er sú að það sé ofboðslega vont að borða hvalkjöt af því það er kvikasilfur í því, en það er allt í lagi að sprauta kvikasilfri beint í blóðrásina á börnum og óléttum konum. Já. Þetta er sko svona háskólakvikasilfur sem er ekki kvikasilfur, sko. Ef að við notum kvikasilfur þá er það ekki kvikasilfur, sko. Þótt að standi á umbúðum kvikasilfur þá er það ekki kvikasilfur. Ha? Ha? Bíddu, hvernig færðu það út? Já, það er bara svona. Það er bara gravity. Það er bara gravity segir þetta. Já, það er svona með gravity. Það reddar öllu, sko. Og veist þetta fólk talar bara út raskatið þar sem hitamælirinn er, sko. Það er ekkert að marka sem þetta fólk segir. Þessi trúarhreyfing hefur alltaf stolið fullt af þekkingu og það hefur svo sem ég meina kaþólska Vatíkanið er fullt af þekkingu sem að Vatíkanið hefur stolið og það er eitt sem að þessar trúarhreyfingar gera alltaf, þær stela öllu steini léttara og ég persónulega hef náttúrulega verið rændur af þessu pakki með uppfinningu sem ég á og þeir stálu, Landsvirkjun stal af mér. Ég meina ég þekkja persónulega reynslu þessi drullusokk og dusilmenni. Þess vegna er ég kannski að tala af reynslu. En það er víst ákveðin staðreynd að glæpahreyfingar og mafíur eru aldrei eins hættulegar eins og þegar að kemur ljós yfir starfsemi þeirra. Þess vegna er allt í einu meðvendur bara yfir höfuðborgum, eða sem sagt yfir þéttbýliskjörnum Íslands, það má búast við mikið af meðvindi þar á næstunni. Og veist, þetta er svo mikið rugl, sko. Ég veit ekki hvað að segja, segðu mér það. Var ég búinn að segja að þú ert heimskingi eða? Og þar með tala ég náttúrulega. En vilja ég fjalla eitthvað meira? Sé að fólk er að tínast svona fram og tilbaka svolítið. En þetta kannski átti að vera rant en ekki live. Hver er munurinn á live og ranti? Hver er munurinn á því? Já, það var einn að vera að spyrja með hæstaréttardómara. Þessi hæstaréttardómari var myrtur. Það er alveg á hreinu. Þeir eiga hvað þarf að rífressa Hafni? Að já, það er augljóst að þessi gaur var myrtur. Þið sjáið að mikið af Íslendingum fagna dauða þessa manns. Og það er svolítið skrítið. Ég set hérna mína pælingar náttúrulega. En ég var spurður þennan, já, þessi maður var greinilega myrtur. Það var ekki kólna á honum líkaminn þegar að mætt var í sjónvarpið og tilkynnt að hann hefði látist af eðlilegum orsökum.
og það núna í Bandaríkjunum þessi Antonin Scalia. Það það alltaf að fara í klessu í Bandaríkjunum, sko. Það markaðirnir að hrynja. Dollarinn mun sannarlega, og það þarf ekkert að vera vont fyrir okkur að þetta hrynji allt til andskotans, sko. Það sko á meðan að tréð fellur sem að hættan sko. Og það einmitt í svona kringumstæðum sem að glæpaklíkurnar allar tilbúnar til þess að koma ár sinni fyrir borð. Það margt sem að í svona ástandi hægt að koma í gegn sem að væri ekkert að koma í gegn í eðlilegu ástandi. Og þess vegna mjög mikilvægt að við dreifið því sem ég hef verið að segja og fólk horfi á það sem ég hef verið að segja til þess að svona sem flestir viti hvað klukkan slær. Og ég kannski mjög ánægður að hafa náð þeirri stöðu að það gríðarlega mikið af það getur líka verið hjá mér, það sé eitthvað refresh-vesen. En hljóðið í lagi eða hvernig það? Þetta virðist renna ljúft út hjá mér, sko. Ég sá að töluvert af hlustendum fóru áðan, hvort að það var út af einhverjum hljóðgæðum eða vesenni, eða hvort að bara fólk var að gera eitthvað annað heldur en að horfa á mig allt kvöldið. Getur svo sem líka verið. En það mjög mikilvægt að við sem flestir séu vakandi þegar allt verður í klessu. En það sem ég var að segja, það mjög gott að ég búinn að ná þessari stöðu að þegar eitthvað gerist þá vilja menn heyra hvað ég hef að segja. Og ég náttúrulega þakka fyrir það traust og mun ég halda bara mínu striki. Ég svo sem mjög fastur í þessu sem ég að gera og náttúrulega lýsti yfir, ég vona ég hafa rangt fyrir mig með allt. Já, þannig að það og svo getur verið ef að Sturla Jónsson verður valinn sem forseti að hann skipi mig sem ríkislögreglustjóra. Það valdamesta staða landsins. Það veit aldrei hvað gerist. En hafið þið tekið eftir ef þið horfið á Flight Radar núna að það stanslaust flug yfir Reykjavík og Suðurnesjum. Þessar flugvélar í eðlilegu, þessi nú að koma heim bara. Í eðlilegu árferði þá myndi þessar flugvélar fljúga aðeins fyrir neðan. Þannig að það eitthvað í gangi, gott fólk. Þetta hvað gerist hér? Þetta ekki eðlilegt flugmunstur, sko. Sjá, þeir allir að fara yfir Þetta ekki eðlilegt. Þetta eðlilegt. Þessi flugleið eðlileg. Já, þetta frá Þýskalandi. Emirates. Við getum líka séð að það ákveðin lönd sem að flugvélarnar eru frá sem að fara yfir okkur. Eða sem fara yfir. Það Emirates og það norsku flugvélarnar að fara yfir okkur. Það eru bresku flugvélarnar. Þekki ekki þetta flugvélag. Þetta eðlileg flugleið. Þetta mjög óeðlilegt mál. Já, já, Serko fengu þeir flugstjórnin á Íslandi.
Hann Guðjón Reynberg með þetta. Það, góðir Íslendingar, það eru hernaðaraðgerðir í gangi gegn Íslandi. Og það bara þannig sem það er. Serco, ég var að fá upplýsingar hérna það, Serco fekk, þetta military complex. Þetta military complex, fyrirtæki, risastórt fyrirtæki í opinberri þjónustu. Og það þetta sem að þegar verið að tala að fyrirtækin sé að yfirtaka heiminn, og í fyrirtækjarekstri ekkert frelsi, það bara níðingsskapur. Að þetta eitt af þeim fyrirtækjum sem að mjög líklegt til þess að vera involverað í til dæmis Nothing for Iceland, já. Þess sjáum við til dæmis þegar að svona þegar að það var reynda gaman að bera saman þau flugfélög sem að fljúga yfir Reykjavík, eða eru í þessu spreyi dæmi núna, hvort að þeir falli undir þjónustusvið Serco. Já, einmitt, ég ætla að fara inn, já, rétt hjá Guðjón, að þið sjáið fyrirtæki eins og S20, hvað heitir það? Það öryggisfyrirtæki. Það að öryggisfyrirtækin eru hluti af NATO hernaðarbröltinu. Og þeir hafa rosalega mikið af upplýsingum og þegar að sviðsettir atburður eins og í París eða í 9/11 eða hvar sem að þeir eru að sviðsetja atburði. Vá, af hverju þessi flugvél að fara hérna yfir? Það styttir að fara hérna. Að það eru öryggisfyrirtæki sem eru með aðgang að öllu, og öryggisfyrirtækjunum breytt með einu símtali yfir í hernaðarfyrirtæki. Og þar eru operatorar bara ready, set, go, Ég myndi, ef að einhver alþingismaður að spurja, eða að hlusta á mig núna, þá myndi ég mælast til þess að, eða einhver sem veit eitthvað og eitthvað vit í, kann þetta, menn af hverju þetta lið að fljúga hérna? Þetta meikar ekkert sens, En ok, annað sem ég ætla að tala með ykkur, svo fer ég að sofa bráðum. Ég deildi vídeo í gær sem að ég fekk frá honum Santosi, og hann segir, þessi gaur, þið getur fundið á veggnum mínum eða Frelsi TV, ég man ekki hvor megin ég deildi, en hann horfir á þetta kort hérna, sjáðu. Og hann segir, eins og ég og fleiri, að þegar þú ert búin að kasta öllum lygunum út, þegar þú ert búin að kasta öllum fölsuðu myndunum og fölsuðu kenningunum og öllu ruglunu út, þá þetta hérna módel stendur eftir. Þá ég að horfa á kortið hérna, sjáðu. Sólin væntanlega hér núna, stödd, cirka hér, einhvers staðar.
Já, engin flugvél yfir Sanadú. Sanadú bíddu nú við, er ekki hérna, Guðjón? Er ekki suður? Já, það er einhvers staðar hérna þríhyrningur, þar sem að Sanadú er. Það er landmassi hérna, gríðarlega stór, einhvers staðar hérna í Suður-Atlantshafinu, eða South Pacific Ocean. Japan er hérna, já, einmitt. Það er ástæðan fyrir að þeir vildu stöðva hvalveiðar. Þeir voru alltaf að þvælast hérna út um allt, hvalveiðisjómennirnir. Og þið sjáið engar flugvélar fljúga hérna yfir, ekki eina einustu. Þær fara allar hérna upp yfir. En allavega, þá þetta er mjög góð aðferðafræði, finnst mér, að strippa frá alla legarnar og byrja eiginlega frá upphafi. Og þetta er eitthvað sem að og þá byrja maður sko, það eru upplýsingarnar sem við höfum, er eitthvað sem við getum sannreynt sjálf. Ég get til dæmis bitið núna í puttann á mér og staðfest það að það er vont. Ég get líka beðið einhvern annan að bíta í puttann á mér og það staðfesti fyrir mér að það er líka vont. Skilur, ég get gert rannsóknir á mig sjálfum. Annað sem ég get gert, ég er staddur hérna einhvers staðar í þessu flugvél. Vá. Já, ég er hérna uppi og sjáðu. Ég er hérna, það sem er bara ein flugvél. Rosalega heppinn. Hérna er ég. Og hérna, ég er í svona myrkri, sjáðu þið. Ég get hringt í einhvern hérna í Bandaríkjunum eða Kanada eða einhvers staðar hérna, ég get hringt í einhvern í ljósinu hérna og ég get spurt hann, er sól hjá þér núna? Ég get hringt í bara rosalega marga og sá sem er staddur hér, getur þetta, já, ef það er sólin er bara uppi núna hérna. Þar með ég búin að tékka nema allir séu lygarar í heiminum, það er svo sem getur vel verið, ég er ekki að segja það sé ekki, en þetta er allavega þá er ég búin að staðfesta það að það er rétt sem þetta kort er að sýna mér, hérna er dökkt og hérna er ljós, að hérna við þurfum að byrja alveg frá grunni og byrja á því bara að tékka það sem að hægt er að tékka með svona óbóðslega einföldum aðferðum. En það sem hann er að segja, þessi gaur, og það er kenningin sem virðist vera að koma inn næst, er að þetta sé nokkurn veginn rétt. Að þetta kort sé nokkurn veginn rétt. Og svo fer hann út fyrir þægindarammann og ég er ekki að fullera neitt í þessu, ég er bara að rannsaka þetta. Og hann talar um það að ef að þú siglir upp í norður og hér og hér og hér, þá kemur upp hérna. Og hann heldur því fram, þú getur bara flogið hérna og alltaf kemur upp hérna, sko. Hann heldur því líka fram að sólin fari hérna eftir einhversum ás og hún sveiflast aðeins eftir árstíðum, sko, upp og niður. Og hún fari hérna eftir miðbaug á sumarsóldögum til dæmis. Og þá fer hún hérna og svo bara búm, kemur hún hérna, sko. Skilurðu? Hvernig það gerist, það er svona bara mind-blowing fyrir mig, skilurðu. Ég meira að segja að hausinn á mér bara, bíddu, hvað meinar? Sólin fer út þarna megin og hoppar inn? Nei, come on, sko. Getur ekki verið. Það hlýtur að vera misskilningur. Og þeir eru nefnilega að segja að þetta hérna módel er líka falsað. Þetta módel gengur ekki upp. Það sem þeir halda því fram að suðurskautið sé hringinn í kring, þeir eru að segja þetta gengur ekki upp heldur. Já, Stebbi mættur. Að hérna, sko, það gengur ekki upp, kenningin að jörðin sé hnöttur. Sú kenning gengur ekki upp.
Mm, við, þeir eru búin að sita upp hérna, þeir eru búin að sita upp þetta hérna, já. Þegar verkfræðingar sjá þetta hérna, þá fer þá, skilurðu. Hérna, já, ég bíð eftir vídeói frá Guðjóni orrustunum í Jerúsalem. Hérna, ef þið horfið á þetta hérna, farið yfir þessa útreikninga hér, þá stemmir ekki það sem við sjáum með augunum og starffræðinni sem að er kynnt fyrir okkur. Að hérna, sko, við sjáum hluti í fjarlægð sem við eigum ekki að geta séð með nokkru móti. Þið getið farið yfir þessar tölur, en ég áttaði mig ekki á því fyrr en ég sá þetta kort og þegar menn voru útskýrað að hvað þú ferð langt niður, sko. Að flattar, það er það er hérna að ég átta mig á því, Stefán, að þú ert að ganga í gegnum dissociation. Ég er því miður ekki með meðferð við því hér, en hérna þetta er einföld starffræði sem að ég myndi að óska eftir að yrði afsönnuð fyrir mér starffræðilega líka. Til dæmis, ertu að segja, Stefán, að þetta hérna sé rangt? Þeir eru búin að mæla tölurnar sem okkur er gefin upp í sambandi við hnöttinn og þeir eru búin að sita hérna með radíus jarðar og allt slíkt og þeir eru einfaldlega að reikna að á þessari lengd þá á sem sagt flöturinn að ganga niður svona mikið. Þetta er ofsalega einföld starffræði. Ég meina, þú getur ekki sagt, Stefán, bara að gráður er ekki til. Þú veist, þú þarft að gera grein fyrir módelinu. Þetta er það sem okkur er sagt að jörðin sé. Þetta er það sem NASA er að segja. NASA segir, svona lítur jörðin út. Og ég er ekki að segja það, sko. Og gaurinn sem er að gera þetta hérna, hann er ekki að segja. Þetta er það sem NASA er að segja, það sem að vísindasamfélagið er að segja við okkur. Þeir eru að segja, þetta er svona. Og svo fara menn og mæla alls konar hluti og fara að pæla bara, já, er þetta svona, já. Og svo þegar það fara að mæla við raunveruleikann, þá stemmir þetta ekkert. Og þá hljóta menn en ég er líka að segja, sko, að þetta módel hjá þeim er way off. Þetta módel hérna er líka fölsun, sko. Og þetta með suðurskautið allt í kring er sennilega tómt kjaftaði líka, sko. Ég er meitlíkur. Ég er í fyrsta lagi bara viðra það sem aðrir eru að segja. Ég er jafn leitandi og allir aðrir, skilurðu. Að hérna, þessar myndir hérna eru ómöguleiki í þessari starffræði hér.
Þannig að það sem ég er einfaldlega að segja er útskýrði fyrir mér. Þetta er það sem að svona, ég er ekki að tala um sko, það sem ég er ekkert að rífast þetta, skilurðu, ég bara er að spurja eins og allir aðrir, veitu hvað er í gangi? Af hverju er okkur sagt að þetta sé svona? Þú veist, ef þú horfir svona marga kílómetra þá ertu komin bara með kílómetri niður, sko. Og svo horfir á mynd sem eru sko hundruðir kílómetra og þú sér borgina. Og þá segir maður, já, þetta er mirage, þetta er speglun, já. Nú, svo færðu að kíkir og þú sérð alveg bara, þú veist, þetta er bara, þú getur zoomað inn, sko, á hérna gluggann hér. Þú veist, það er bara, og það er náttúrulega mismunandi hvað, sem sagt, þú veist, þú sér skip byrja að sökkva svona niður, eins og hérna. Það er þetta með mastrið. Svo færðu kíkir og þú zoomar alveg inn og þá sérðu bóginn aftur. Þetta er það sem þeir kalla vanishing point, eða sem sagt. Sko, ég meina, Stebbi, komdu bara með stærðfræði sem afsannar þetta. Bara frábært. Þá bara er case closed, sko. Sko, þessi mynd hérna til dæmis er algjör fölsun líka, skilurðu. Þetta er bara bull og vitleysa. Já, veist, það er bara allt út af borðinu, bæði þessi fullt af þessum flatjarða pælingum er bara út af borðinu og kúludraslið allt saman er út af borðinu. En það stenst bara ekki skoðun. Það hlýtur að vera og ég skil ekki fólk sem er meira að þykist vera svona vísindalega sinnað. Það er að verja bara einhver pseudoscience, sko. Og þið hafið séð til dæmis geimskutlana, af hverju eru þoturhreyflar á geimskutlinni? Hvað er það? Af hverju eru þið með þoturhreyfil? Og þið getið séð vídeó þar sem hún er að lenda. Þið getið séð vídeóið þar sem hún er að lenda og það er bara, þú heyrir bara þoturhreyflana. Og þess vegna byrjuðu þeir að láta herþotur fljúga alltaf með. Þannig er erfiðar að taka upp hljóðið af þessari blekkingu hérna. Sko, eina sem ég er að leita að er bara raunveruleikinn. Og mér er alveg meira að Stebbi og þú kemur raunveruleikann, ég skal hlusta á hann, en það þarf að standast lámars skoðun, sko. Það hlýtur að vera bara sanngjörn krafa, eða hvað? Svo mynd af jörðinni muniði frá tunglinu. Að þessar myndir eru sko, þetta stenst enga skoðun. Þetta er NASA að sýna okkur. Þeir eru að sýna okkur, eru við af tunglinu? Ha? Bíddu nú við. Búum við á tunglinu? Þetta er búið að vera misskilningur alltaf. Já, herðu, I rest my case, sko. Sko, jörðin er, hvað er hún, sögðu þeirra, 4 sinnum stærri en tunglið. Þetta verður eitthvað nær þessu, eða ekki? Þegar það er stærra, sko. Að Lúnar, nei, veitum við, hvað er hérna?
landing, já, þetta þessi græja hérna, sko. Þetta allt saman tekið í stúdíói. Þetta hérna, ég kann nú pínulítið ljósmyndun, þannig að ég veit nokkurn veginn hvernig ljósmyndun virkar. Hérna þessi fótur settur niður og það ryk hérna, ekki? En það ekki rykarða á fætinum. Ekki ein einasta arða. Og hérna svo sjáið þið hérna þetta okay. Og byrjar alltaf að rugla allt dæmið, sko. Að hérna, svo sjáið þið litla allar hann að búna sem hann með. Og ef þið sjáið hóluna sem að þeir hafa að fara inn í lúnarinn, sko. Það ekki séns að fara í þessum búning inn músarhóluna sem á hérna á farinu, sko. Og svo hérna já, þessi mynd hérna til dæmis fölsuð. Hérna sjáið þið mjög mikið svona myndir, sjáið þið. Sjáðu skugginn kemur hérna fram sem þýðir að þessi gaur ætti að vera alveg svartur, sko. Þetta allt saman flass hérna lýsing, það 2 ljósorsarar og lunar module ef þið kíkið á þetta apparat hérna sko hérna við kíkjum inside, sko. Þetta ofboðslega lítil aðstæða sem þeir hafa. Þeir eru gluggarnir frægu og það nánast ekkert pláss þarna inni. Það bara ekkert pláss. Og það engin svefnaðstæða neitt, þeir bara eitthvað svona hanga í lausu lofti. Og hérna skal ég segja þér. Það varla pláss fyrir þá og svo allt súrefnið og vatnið og allt draslið sem þarf. Og hérna svo bara sjáðu, hérna, þetta nei, þeir sofa ekki geimfarar, þetta eru Superman, sko. Þeir fara náttúrulega bara heim á kvöldin þegar leiksýningunni lokið. En það varla pláss fyrir þá sjálfa inn í hérna hótelinu þeirra. Það varla pláss fyrir þá sjálfa, en svo bara, wow, tökum með okkur hérna gamla Volkswagen. Veitu hvernig, hvernig tóku þeir þetta með og hvernig settu þeir hann saman, ekki kom hann svona í heilu lagi. Veist, hvernig kom þetta skrípi hérna í þessari tindollu hérna og lenti á þessum fótum öðru sem að kemur ryk ofan á fót, Hvað margir satellites around Earth? Hvað ykkur 100.000 hérna
þú veist, NASA, athugum hvað þeir segja. Við erum nú að trúa öllu sem NASA segir, eða ekki? Ha, NASA getur ekki verið að segja ósátt eða? Þú veist, ég er aldrei umferðarslys hérna en eitt vesen, þú veist. Þetta er nasa.gov, sjáðu. Er ekkert vesen hérna? Er þetta bara ekkert mál? Þetta er nú svolítið mikið að gerfinötum, ekki? Þetta er svolítið slatti. Svo eru þið með hérna ISS Live. Það eru hérna gaurar sem eru með. Það er að aukast í vinsældum, sko. Það eru gaurar sem að sitja í 3, 4, 5 klukkutíma og horfa á ISS livestream og hlæja. Bara, come on, veist, hvað er í gangi? Þetta er svo fyndið. Þetta er bara live, sjáðu þið. Hérna er USB-lykill. Live! Hey, strákar og stelpur. Hvað eru margar stelpur hóla? Það er enginn að kommenta neina stelpa. Hvar er all þessi súpa hérna? Hvað er byrjuð? Býðum þetta gerðinætti. Halló? Engin gerðinættur? Billjón dollarar fóru á síðastliðnum 3 mínútum í þetta verkefni. Núna höfum við aðrar billjón dollarar. Trúirðu því að þetta snúist jörðin okkar? Hvar eiga þeir að vera núna? Þeir eiga að vera hérna eða eitthvað? Já, hérna, þeir eru að hreyfast. Nei, hérna, já, hérna er þeir, sorry. Er ekki fullt af ljósum hérna? Hello? Hvar eru ljósin? Já, það eru skýjar, sést ekkert. Maður sér bara glampan neðan á skýjunum, sko. Já, einmitt, sko. Just cruising around in space. Hérna er einhver gömul leiðisögudós. Wow. Halló. Er þetta bara svona? Það er bara myrkur á einni sekúndu, sko. Og hvaðan kemur þetta ljós? Nú er myrkur, megi ekki tala. Getur truflað geimfarana. La 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 la. Nei, nú er bara myrkur. Hvaðan kemur ljósið á geimstöðina? Check it out. Check it out. Hey, þetta er líka NASA. How about it?
Image of Day Gallery. Deutsch, hvað er mikið af gerfinötum? Ekki live? Hey, hvað er live? Satellite. Satellite live stream. Hey, hérna. Þannig hvort þetta sé hérna. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Hello. Er þetta ISS líka? Space Station. Puh. Satellites on orbit. What's up? Þetta segir mér ekki neitt, sko. En það ljós á græjunum. Akkur eru þið með ljós á þessu? Hvað er málið með það? Þetta er svolítið mikið af gervinutum. NASA Gov. Sí. Þetta ætti að vera hérna út um allt, sýnist mér. Sí. Hvað er í gangi hérna? Hvar eru allir þessi gervinetir? Það kostar nú eitthvað að skjóta þessu draslið upp. Já. Sko það er fólk búið að horfa á þessa geimstöð í tuga tíma og það hefur aldrei nokkuð tímann séð gervinet. Aldrei. Bara aldrei. Það er bara aldrei hérna dúkað upp. Já, hérna er NASA. Þetta er allt sem er NASA. Þetta er svolítið mikið af þessu drölli. Þetta er svolítið mikið. Come on. Það er að ljúga ykkur. Gott fólk. Það er að ljúga ykkur. ESA, þetta er hérna evrópska. Já, góða nótt félagi. Sumir þurfa að fara að vinna á morgun, víst. Það er góð lagi. En hérna það er svona auðvelt að debunka þessa vitleysu, sko. Það er ekkert flóknara en þetta. Stebbi, útskýrðu fyrir mér, af hverju er enginn gervihnöttur hérna? Sýnilegur. Þeir eru bara eitthvað svona ósýnilegt fyrirbæri, þótt þeir séu svona rosalega margir. Þetta er svolítið mikið magn, sko. Þetta er weird. Nú megum við búast við í fréttum allt í einu fara að dúkka upp svona gervinettir hérna í Space-stöðinni. Þeir þurfa að fara að teikna það inn. Þá lenda þeir í öðru vandamáli sem er að fólk fer að reikna út stöður út frá það, það er svolítið vinna að gera það. Það tekur smá tíma, sko. NASA. Þetta er svolítið mikið. Ekki?
Melti, já, ok, þetta ekki NASA. Ég verð að vera á NASA eitthvað. ESA, það hlýtur að sleppa. ESA. Veist, come on. Nei, hvað var ljósið? Nei. Eitthvað fleiri kamerur? Hvernig það? Nei, það bara ein kamera. Social stream. Videos. Já, ok. No, let's check this one out. Hvað segir að hafa svona ISS-kvöld? Við sittum bara og horfum á ISS allt kvöldi. Teljum gerfinetti. Þetta var fyrir 22 tímum. Þá var þetta í boði. Mér er það komið 8 tími á mig líka. En sko, ég ítreka það að ef að menn geta lagt fram ykkur gögn, sko, ég nenni ekki að alltaf að hlusta bara þú ert fíbla, Axel, sko, það er í raun engin rök, sko. Burtséð frá því hvort að það sé rétt eða rangt, þá er það engin rök. Og ef ég er að leggja fram ykkur þýsis að það sem ég er að segja þetta eða segja hitt, þá hljóð lítið að vera láma eins og þessi hérna er ég með bara konkrét spurningu, heimaverkefni fyrir alla. Hvernig stendur á því að þessi veruleiki sem er kynntur fyrir okkur hérna og þessar myndir stemma ekki? Sko, þú ættir ekki að sjá eitt einasta hús hérna ef þú reiknar bara hvað jörðin fer mikið niður per kílómetr. Þetta er bara stærðfræði 101, veist. Hvernig stendur á því að við sjáum? Þetta er nú ekki, hérna er fjallgarður endar, hérna er mjög gott að sjá þetta, en menn eru með myndir þar sem eru, þú veist, borgir og þekkt fjallgarðar og dót hinum megin, hérna til dæmis. Það er þekkt hæðin á þessu hérna og það er þekkt fjarlægðin og ef þú reiknar það hérna, ef þú reiknar það bara miðað við það sem NASA gefur upp, ég meina, eru menn að halda þig fram að ef þú stendur hérna og þú sjáir eitthvað sem er hér? Í alvöru, eru menn að halda því fram? Það hlýtur að vera augljóst að það er hérna ekki hægt, sko. Og þá fara menn að tína til alls konar svona myndir sem segja, heyrðu, nei, sé bíddu nú aðeins við. Ef jörðin er svona eins og okkur er sagt, ef að jörðin er kringlótt eins og okkur er sagt, þá er þetta radíusinn sem er að gefa okkur upp. Þá ætti þess að skilur við, þá ætti sjónarhornið okkar að vera hér, sko. Sem að því að við erum svona langt fyrir ofan þessi hús, sko. Það er ekki fræðilegu möguleik að sjá þetta eða taka mynd af þessu. Það ásennst ekki að vera fræðilegu möguleiki. Og jú, það er reyndar alveg hárrétt að það eru skilyrði hafa ákveðin áhrif á, en það á ekki að breyta neinu, sko. Það virðist vera í kyrru og stillu og í ákveðnu veðri þá náist betri myndir, en svo þurfum við átt ykkur einu og það eru náttúrulega bylgjur á öllu draslinu, sko. Það eru bylgjur á hafinu og hugsanlega er einhverja bylgjur á, eða ég veit það ekki, veist, er einhverja bylgjur á jörðinni sem við skynjum ekki, eða ég veit það ekki. Þetta er einhvern veginn bara allt í háa lofti og það stemmir ekkert við neitt sem að neitt segir. Þetta bara er allt í vitleysu. Þú veist. Já, einmitt. Skipin ætti að halla til þess.
Þetta eitt hóksið hérna. Og bara ég ætla að undirstrika og svo alltaf þessi krafa sko, þú veist, ég raun bara að segja, byrju, þetta sem verið að segja okkur stemmir ekki, þetta impossible. Þetta ómöguleiki að taka þessa mynd hérna miðað við þessa staðreynd hér. Þá þetta ómöguleiki. Og þá, ég ætla að segja að jörðin sé þá flöt, þetta segja hún sé svona. Nei, ég absolutt ekki að segja það. Ég að segja, þetta uppgefin radíus miðað við þessa staðreynd hérna sem uppgefin af NASA, þá þessi mynd hérna ómöguleiki. Þá þessi tegund af myndum alveg bara ómögulegt að taka. Og þá eðlilegt að ég spurji af hverju? Af hverju stemmir þetta ekki? Og hérna hafa menn mælt meira að segja. Þú veist, menn hafa mælt, þetta var gert eitthvað bara 1400 eða 1500 fyrir 100.000 árum. Mæltu menn bara svona nokkra kílómetra með kíki. Ég man ekki hefur verið gerðar eitthvað laserrannsóknir með þetta. Það nú svolítið fróðlegt að vita það. Að hvort það sé eitthvað svoleiðis græjur. Þannig að þið sjáu líka mind controlið. Fólk einhvern veginn bara flippar eða hreyft við þessum pælingum. Þú veist, ef ykkur veltið fyrir sér þetta svona eða hinsegin, þá bara, og svo krafan að það kom eitthvað annað módel á í staðinn eða. Þú veist, ég segi bara það allt út af borðinu, bara við erum að byrja upp á nýtt. En ég verð að selja handritið mitt einu sinni enn, Truman Show 2. Ég ætla að ítreka það að ég með höfundarétt á þessari hugmynd, þannig ef ykkur reynir að nappinni, þá ég með verkefni fyrir ykkur lögfræðingana sem að hlusta. En hugmyndin sú að í Truman Show 2 þá kemst þetta fólk hérna að því að það í öðru Truman Showi. Þessi stelpa hérna sem var alltaf að koma og leikararnir sem voru að vinna, þeir voru alltaf að koma til Truman og horfa á hann og pæla í honum sko. En Truman Show 2 þá kemst þetta fólk alltaf að því að það í Truman Showi líka sko. Það tvöfalt. Það 2 dóm sko, það tvöfalt. Það tvöfalt system sko. Að allt þetta fólk hérna kemst að því bara, heyrðu, erum við í Truman líka? Hvað málið með það? Og þá byrjar fjörið sko. Hvernig virkar það? Erum við í eitthvað svona Truman Showi eða? Það svolítið fróðlegt að vita í hvernig veruleika við erum sko. Það svolítið áhugavert, eða ekki? Að já, ég sá líka í kvöld, menn voru að sýna sko þrumurnar og eldingar. Lightning og menn að tala hvað þú horfir á. Já, ég finn einhver góða myndaði.
Þeir eru að tala sko ef þú horfir á eldingar, sérstaklega þær sem fara upp, þá virðist það lenda í einhverju sem að splundra þeim einhvern veginn. En þið sjáu þetta alltaf á vídeóinu sem ég deildi á veggnum mínum eða einhverjum vegg. Hjá mér eða Frelsi TV. Þið kíkið bara á báðar Facebook-brækunar og finnið þetta vídeo eða hvað. Það getur kannski hjálpað ykkur. Já, byrju við. Já, svo er náttúrulega mun að kaupa málverki mín. Ég var að deila hérna. Ég málaði þegar ég var svona 12-13 ára, þá málaði ég svolítið af myndum. Seldi eina mynd. Og ég byrjaði bara í gær, börnin voru alveg yfir sig ánægð að vera að stúsast í máleri. Og ég málaði þessar 2 myndir, þetta er svona fyrstu myndirnar í kompakkinu mínu. Svo var ég fyrir dag í hugvekju með meistara Guðjóni. Þinn er Alex Jones að tala morðið á dómaranum. Og byrju við. Það er bara allt pólitískt sem að ég segi. Það er ekkert vit í neinu hjá mér. Það er bara ekkert fjör á mínum fésbrókarvegg, sko. Þetta er bara tóm leiðindi og nöldur. Eins og þið vitið náttúrulega, flest eru þið líka Facebookar vinir mínir. En hérna, tek á Frelsi TV Facebookinni. Með læka Facebook. Ég er búin að vera með 399 like svolítinn tíma. Vil ekki eitthvað vera númer 400? Það er ekki málið. Já, hérna er þetta vídeó. Þetta er á Frelsi TV vegnum. Það er þetta hérna, The Flat Earth Live. Þessi guður er mjög góður. Hann hérna, þið farið bara á Frelsi TV í Facebookin ykkar. Getur líka sett bara þetta inn sem leitarteksta ef þið er ekki með Facebookin. Og hérna er sem sagt mjög áhugavert pæli á þessum galli. Hann er svona no nonsense. Hann er no sense, er það nonsense. Hann er alveg með þetta, sko. Hann er bara, já, horfið á hann. Það sem hann sagði. En síðan fólk er að koma aftur. Er eitthvað annað sem þið vildu að ég fjalla eða er eitthvað sem ég er að gleyma sem er hot stuff akkurat núna eða viljið kaupa mynd? Nú er alltaf að selja ykkur málverkaklessur. Ég áritaði náttúrulega allar, þannig að það verða alveg, þetta eru betri fjárfesting en ríkisskuldabréf eða lífeyrissjóðsgreiðslur. Þannig að ef lífeyrissjóðspeninga getið sett í málverki mín, nei, ég er að fíkla. Það er nú bara eitthvað máling á strika, sko. Það er ekkert merkilega það. En það er mjög gott að hafa eitthvað til þess að selja fólki. Það virðist vera, það er kannski eitthvað afmæli eða eitthvað í gangi. Þá er kannski fólk til í að já, ef þetta gengur, ég þarf náttúrulega fjármagn, sko. Það er erfitt að vera með fjölskyldu og ekkert enga innkomu, sko.
Það gengur ekki vel saman. En ég þakka ykkur fyrir komin í kvöld og ég hef greinilega tæmt listan fyrir kvöldið. Og ég verður örugglega aftur með live og rant og djúpköfun og allan þennan pakka. En ég veit ekki, nú liðið eins og í dögun stjórnmálaflokkinu og ætla þeir að fara að stofna sparisjóði aftur eða samfélagsbanka eða hefur þetta fólk aldrei heyrt Frelsi TV eða það sem ég að fræða Seðlabankinn skipuleg glæpastarfsemi. Ég meina breytir einhverju með mafíunni ef skiptir Soprano, það breytir engu. Það er bara hætta, þess vegna Biblían svo mikil skynsemisbók. Jesús sagði látið hina dauðu grafa hina dauðu og fylgiði mér. Og með því að segja fylgiði mér af því að hann var að fara eitthvað, hann var að labba eitthvað, þá var hann að segja yfirgefið þetta ógeð Og þegar hann talar að láta hina dauðu grafa hina dauðu, þá það þetta dead man walking og þá erum við aftur komin inn í þetta monster golem pæl að þetta þræla kerfi í raun dauði. Það eins og þeir segja þaðan kemur þessi sögn dead man walking eða dauður maður á gangi að það talað þá sem eru dauðadæmdir. Þeir eiga ekkert líf eftir, þeir sitja fastir í kringumstæðum þar sem þeir bíður ekkert nema dauðinn. Og það það sem Jesú að segja við lærisveina sína. Hann að benda þeim á að það þýðir ekkert að fara til dauðans og breyta honum innanfrá eða eyða tíma eða orku í hina dauðu og breyta því einhvern veginn svona innanfrá. Hann einfaldlega að benda á að það virkar ekki. Það fylgja mér sem sem sagt að labba í burtu frá þessu ógeði og það þrautin þyngri þegar að líðurinn gekk út úr Egyptalandi undir stjórn Móse. Einstein svona Móse-gaur svolítið, svona trúarleiðtogi að þegar að Móse dró þrælana út úr Egyptalandi þá splittuðu þeir hafinu sem hugar mynd upp á hugan og allt það og inn í eyðimörkina og sagan aðstæðana voru þær að það voru 4 daga gangur inn í það sem þeim kalla fyrirheyrnarlandið og fyrirheyrnarlandið vellur í mjólk og hunangi sem mynd upp á það að lifa af náttúruna og svona einfaldið eins og ég hef sagt við son minni, ég Lion Man hann segja ég Batman og litla snúrla segja ég Superman og ég segi alltaf ég Lion Man þegar ég ekkert svona aumingi á sokkabuxum eða svona í svona gammósíum ég alvöru og þetta svona eilífar debater á milli okkar þau eru ekki sammála mér þau eru á því að Batman og Superman séu flottar en Lion Man en að vera Lion Man svolítið að lifa í þessu mjólk og hunangi og þegar að líðurinn gekk út úr dauðanum í Egyptalandi sem þetta ástand monster gólum ástand þar sem fólk dautt dead man walking að leið þau slupp út úr því ástandi og það var hann eitt hugar kraftaverk á leiðinni þar sem þau komist í gegnum andstöðuna með því að splitta huganum og labba í gegn aðskilnaður í hugmyndafræðinni að þá var ekki 4 daga leið inn í þetta ástand
sem fyrirheinalandið, útópískt ástand í hugum margra, að því að þau voru svo þrælsmótuð, þau voru sem sagt meitluð í huganum, að þá tók og stór hluti af Mósebókunum bara nöldur þessara fábjána, að þeir labba eyðimörkin og nöldra allan tíma og eru svona sko þegar að fólk gengur undan valdstjórnana og ofbeldis fólksins og það fer út á svona ástand þar sem ekki lengur undir þessu valdi, þá hvað á ég að gera núna? Hvað, veist, fólk bara eitthvað svona lamað af heimsku, bara hvað á ég að borða? Hvernig á ég að kúka? Veist, fólk, þetta eru hinir dauðu, að það er búið að drepa í þeim alla eiginleika manneskjunnar, því eðlileg manneska getur bjargað sér í náttúrunni. Veist, þarf ekki svona, getur til dæmis kúkað annars að þessi klósett, það var allt brjálaði að túristar voru bara að bjarga sér. Þetta bara eðlilegt. Nei, kontról sinna er bara alveg, oh my god, fólk að kúka út í náttúrunni. Já, ísbirnir gera það, þeir kúka út í náttúrunni, selir og ljón og allir, veist, það bara að gera þetta allir, þetta ekkert mál. Að sko, það tók þá 40 ár að ramba í heimsku sinni í eyðimörkinni og það var 40 ár kynslóð í Biblíunni. Og það var í raun ekki fyrir næsta kynslóð tók við sem að líðurinn komst inn í þetta svokallaða fyrirheinaland. Og þetta allt saman andlegir og sem sagt, þetta ekkert að þessu gerðist endilega í raunveruleikanum, skilur við. Það voru ekki 3 milljónir manna að labba í eyðimörkinni. Þetta allt saman huglægt. Og Snorri reyndar útskýra það mjög vel núna í vísistætti þegar við erum að tala um þessa skömm sem var gerð gegn honum í Akureyrarbæ. Þá var hann svolítið að tala þegar fór aðeins inn á Biblíuna og hann tók þetta mjög vel fyrir, sko, nema hann náttúrulega í þessum meitlaða geira, það sem ennþá verið að misnota svolítið Biblíuna. En sko, það þarf nefnilega ekkert að finna neitt upp. Þetta allt saman í Biblíunni og það bara búið að rugla fólk svo mikið í því hvað þetta í raun og veru að segja. Og það einmitt hluti af þessari lömunarveiki sem lamin í fólk frá barnæsku, að það svona, já, ég get ekkert lesið Biblíuna, sko, ég skil þetta ekkert, sko, ég bara get þetta ekki. Þetta náttúrulega bara aumingjaskapur, sko, veist. Maður bara hakka sig í gegnum þetta og maður lætur ekki mata sig bara af öllu. En þetta líka ástæðan fyrir því að hinn slæmu öfl, þeir sem eru í hópismannum og ofbeldinu og níðinskapnum, þeir vilja absolutt ekki hafa þessa fræðslu upp á borðum. Láta hennar dauðu, hvað meinar maðurinn? Hann að tala veist, fylgdu mér, veist, bara frelsa mig, veist, hvað meinar, ég hvað þýðir, veist, bara fólk bara veist, það veit ekkert hvað í gangi. Og til dæmis, margir hafa lesið sögunum Sódóm og Gómóru bara aftur og aftur, bara hvað meinar, bara eyða borginni og veist, hvað í gangi, sko. Þar náttúrulega ákveðin lögfræði í gangi, sko, þar var sem sagt, þegar talað Guð í svona ástandi eins og í Sódóm og Gómóru, þá verið að tala yfirmenn Sameinuðu þjóðanna eða NATO eða fólk sem komið, eða afl, þetta ekki endilega bara þessi persóna eða þessi persóna, þetta bara svona afl sem komið fram, sem getur eytt borgum bara. Og Dresden var náttúrulega bara, þar var fólk steikt lifandi í 1500 gráðu eldi. Þetta fólk komið þannig að stað, það getur framkvæmt svona Sódóm og Gómóru eyðingar, það getur eytt heilu borgunum og brennt alla lifandi þar. Og þeir hafa gert það aftur og aftur og aftur, þetta vald, að
eins og þegar að Jesú rak illahandana út af fólki, þá byrjuðu prestarnir að segja, hann er að vinna fyrir Satan, sko, hann er bara, þú veist, næstráðandi þar og þess vegna getur hann rekið þessa illa anda því hann er yfirmaður þeirra. Og þá sagði Jesú einmitt, sko, en það, þú veist, það getur ekki stefnt því það er ekkert ríki sjálfum sér sundurþykkt. Að ef að þú brýtur strúktúrinn í einhverju svona afli sem er orðið svona stórt og þá bara hrynur það eins og spilaborg. Og þess vegna er aflið í Sódom og Gómor er svipað afl og við erum með í dag. Og þess vegna eru þeir til dæmis að sita, það er þetta karma, þetta lið trúir allt saman á karma og þess vegna eru þeir að sita upp svona steina eins og til dæmis Georgia Guidestone sem eru bara búin að segja opinberlega við ætlum að eyða 7,5 billjónum manneskja. Við ætlum að drepa allan nema 500 milljónir. Það er cirka 95% bara dauðir, sko. Og þeir eru bara búin að lýsa þessu yfir opinberlega og það vita allir sem eru með heilasellu, sko, 1 eða 2 sem eru vist ekki margir því miður, en allavega þetta er bara opinbert að það stendur til að drepa fullt af fólki. Svo koma flugvélar með eitur sem er að drepa fullt af fólki, það bara, já, þetta er meðvindurinn, já, ok. Bara, hvað er í matinn, veist, halló. Að sko, með því að setja fram statement, það sem þeir eru að segja nákvæmlega hvað þeir ætla að gera og hvernig þeir ætla að gera það, þá er karmað þeirra hreint. Þeir líta þannig á það, sko. Þeir eru allir í þessu legalís, þeir eru allir í þessum strúktúrbyggingum og ef að þeir fara út úr strúktunum þá er það ríki sjálfu sér sundurþykkt, þá hrynur það allt saman. Og þess vegna þurfa þeir að réttlæta fyrir sjálfum sér og þess vegna geta menn framkvæmt þetta, þeir geta eytt heilum borgum og brennt börn og alla lifandi og farið heim að sofa, sko. Að það er af því að þeir skynja þessar manneskjur sem monster. Og það er umræðan sem er að eiga sér stað í Sódom og Gómoru. Það er umræðan hvort að þessi réttlætanlegt að brenna þessi monster þarna sem haga sér samkvæmt einhverju skýrgreiningum og eru því eru þessina monster eða zombies eða eitthvað svona sem er réttrækt. Og það var umræðan. Og þessi miklu öfl sem að höfðu kraft til þess að eyða, það skiptir hann ekki máli hvort það var Guð eða NATO eða Sameinuðu þjóðirnar eða skiptir hann ekki máli hvaða form var á þessu afli. Það var eitthvað afl sem hafði afl til þess að eyða borgum og drepa og steikja alla í borginni. Þetta afl er til í dag. Ekki kjarnorkusprengju, það er blekking, en sem þessar eldsprengjur sem var beitt í Dresden og fleiri borgum, það er til. Og Nagasaki og hinu og það er blandað við alls konar kemikali og eiturefnavopn og slíku og þannig er þetta gert að þessi umræða var við þetta afl og Abraham sem var greinilega inn í þessum grensum, hann segir, heyrðu, góðan daginn, þið getið ekki drepið þessa eða þurrkað út þessa borg, það er réttlátt, það er fólk sem býr í þessari borg sem er ekki monster sem fellur ekki undir það skýrgreiningu, þannig að ef þið eigið borginni þá lendir það á ykkar karma og þá er ríkið orðið sjálfum sér sundurþykkt og hrynur. Og þá segir aflið, ok, ef við finnum 100 þá, ef við finnum 100 manns eða 200 eða eitthvað tölu í borginni, þá skulum við sleppa því að eyða borginni. Og Abraham fer og leitar og finnur svo bara eina fjölskyldu í annarri borginni. Og þá fer Abraham og segir við þetta, það er ein fjölskylda hana í þessari borg sem þið getið ekki eitt þessari borg á meðan þessi fjölskylda er hana. Þá þið voruð sjálfum ykkur sundurþykk og karmað lendir á bakinu á ykkur. Og þá segir aflið, ok, farðu, þú hefur 2 daga til þess að sagja þessa fjölskyldu og fara með hann úr borginu og svo eyðum við henni. Og þá fer hann og
Abraham og sækir Lot og fjölskyldu hans og Abraham segir: „Þið megið ekki horfa til baka og þið þurfið bara að horfa beint áfram." Þetta er svipað á Jesú: „Fylgdu mér. Láttu hina dauðu grafa hina dauðu." Þetta er svona tenging þarna á milli sennilega. Að þá er fjölskyldan að labba í burtu upp á fjallið eða hvert þeir fara og kona Lots lítur til baka og verður að saltstólpa og það er myndlíking upp á það að hún hefur sennilega verið þarna á grensunni, að með því að horfa til dauðans eða hafa eitthvað augnsamband við þetta ástand, þá ert þú bara strax undir líka. Eða þá ertu orðinn monster og sjálfdrepandi þá greinilega í þessu tilfelli. Og sko, þetta er umræða og skilningur sem þarf að vera til þess að átta sig á því hvað er í gangi. Annað, til dæmis Indónesíu, morðin sem voru framkvæmd þar á fólki, að þar var þúsundir eða tugþúsundir manna drepnir, að það sko, þeim er alveg sama þótt að einhver monster fái slæmt karma. Það breytir engu fyrir hin stóru öfl eða Guð getum við kallað það, eða Google og Goo eða skipturinn eða Gravity, við getum kallað það Gravity sko. Að þessi miklu öfl sem hafa svona mikla eyðingarþekkingu, og það er ekki einhver einstaklingur sem hefur það, er þessi hópur sem hefur þetta vald eða þessa þekkingu, að í Indónesíu þá fundu þeir einhverja fávita sem voru bara svolítið þroskaheftir sko. Og þeir sömdu við þá að drepa fólk og borguðu þeim fyrir það. Og þið getið séð þarna Act of Killing heitir hún eitthvað. Það sé bara á netinu, YouTube sko, Act of Killing. Og þess vegna réðu þeir Obama til Bandaríkjanna því að hann er ættaður frá Indónesíu og hann kann þetta sko. Að eða foreldrar hans voru þarna og tóku þátt í þessu. Að sko, það var bara settur pappírslisti út hliðið á bandaríska sendiráðinu. Lögreglan tók þennan lista og þess vegna eru til dæmis lögin á Íslandi sem verður að búa til núna í sambandi við að svipta fólk bara sjálfræði og ef það er einhver minnsti grunur eitthvað heimilisofbeldi þá er bara allir varnarveggir heimilisins hrundir og sérsveitin fer þar inn og bara tekur hvert sem þeim sýnist. Þetta er þessi indóneski undirbúningur, það var undirbúa fjöldamorð á Íslandi. Að sko, hin miklu öfl sem vil ekki vera sjálfum sér sundu, þeir settu þennan nafnalista út hliðið á sendiráðinu. Þar tók lögreglan við listanum, tók fólkið og setti það inn í smá girðingu. Lokaði inni, síðan fóru lögreglumennir heim. Alveg hreint karma hjá þeim, ekki satt. Þannig líta þau á það. Síðan komu þessi gaurar, þessir þroskaheftu fábjárar, sem allir ganga frjálsir enn þann dag í dag og það var bara gott. Þeir komu síðan eftir að þeir horfðu á bíó og skemmtu sér við að drepa þetta fólk. Og það er viðtal við það sem þeir eru að segja að fyrst voru að skjóta þau og skera þau og svo bara hættu að nenna, það var svo mikið þetta var svo mikið blóð og vitleysa, við nenntum þig ekki. Þannig að þeir fóru að þróa svona alls konar drápsaðferðir sem að minnkuðu þrifnaðarvinnuna hjá þeim á eftir sko. Þá sýna þeir alls konar svona aðferðir sem þeir fundu bara upp, settu svona víra og eitthvað svona, fundu svona einfaldar aðferðir til að drepa fólk, en drápu alveg bara 20 manna á hverju með kvöldi sko. Og þetta er það sem er í gangi. Þess vegna líka til dæmis
Þess vegna var svo mikilvægt á Íslandi að ná að samkeyra allar skrár manneskjur á Íslandi. Þú veist það að það allt samkeyrt, sjúkraskrárnar þínar, tryggingaskrárnar, skattaskýrslurnar, allar upp DNA-ruglið þig og allar upplýsingar þig sem til eru í heiminum eru til í einum gagnagrunni sem að valdstjórnin íslenska hefur aðgang að. Og læknarnir hafa aðgang að þessu líka. Og það bendir allt til þess að þetta verði framkvæmt í gegnum læknadæmið, gegnum læknamálaleiðana. Að þið sjáið þegar ebóluhóksið var í gangi þá var byrjað að láta fólk gangi í svona búningum og setja ströpp á sig og það er svona ástand sko, þá ertu ekki neinni snertingu við sjúklingana og þú ert hrædd ábúðslega ef þú kemur við ebólusjúkling það bara færðu þetta líka og þetta er að sama og var sagt illuandana. Verðum að brenna þetta fólk að því að þú kemur nálægt fólki með illa anda þá hlaupa illa andanir í þig. Sama lygin, sama social engineeringið. Og þetta læknafólk er svoleiðis hrætt upp úr skónum að það er alveg einhvern svona búningum og svo bara alveg já, þessi einstaklingur sýnir hérna öll einkennin og já, hann á að fá þetta bóluefni hérna, já, og svo já, ok, hérna, þessi dauður, já, svona. En öll tölvukerfin og lyfjaskammtanir er allt saman stýrt. Það eru stýrðir procedúrar. Og þetta læknafólk í paník í einhvern svona gummibúningum eru bara useful idiot, sko. Þetta er bara hálfvitar sem að vita ekki neitt hvað er í gangi, sko. Og yfirleitt fær þetta fólk svo veikina líka og er tekið út mjög oft sjálft, sko. Þannig að, sko, flugvélar fljúga yfir Reykjavík með drullu strókin aftur úr sér og skýring valdstjórnar já, það er svona meðvindur, sko. Já. Og meiri háttar military complex hefur tekið yfir fyrirtæki í þessum military complex er búið að taka yfir flugstjórnina á Íslandi. Erfðagreininga gúmmulaðið er hluta military industrial complex. Það er búið að reyna að þjálfa íslenska nýðinga upp, það gengur allt of hægt. Sem betur fer, þá er mjög mikið að góðum Íslendingum eftir. Og það gengur illa að ala upp ógeðið í meira að segja íslensku löggjafanum. Og þið vitið það, kæru löggjafanir, að ég tala hart til ykkar af umhyggju fyrir ykkur og þjóð okkar. Burtséð frá því að það hefur gengið of hægt. Það á að drepa 200.000 af Íslendingum. Það er búið að ákveða 200.000 að drepnir. Og sennilega meira þegar ballið byrjar, sko. Og það er ástæðan fyrir að herinn er að koma tilbaka. Það er til þess að taka yfir og stýra þessum aðgerðum sem ganga allt of hægt. Og já, þannig er nú það. En ég menna það verður, það eru tugir milljóna sem á að drepa í Bretlandi og Spáni og þetta verður reynt að kofvera þetta með einhverju lygasögum, einhverju sótt eða vírus sem er ekki til alltaf. Og þess vegna eru þeir líka að sko allir þessi klámvæðing og siðlækkun, það verður að breyta fólki í monster. Allir þessi pervertismi og allt þetta pæli kringum kynlíf og Disney melluvæðingin og allt þetta. Það er til þess að búa til monster.
og allt þetta ofbeldi sem í skólu kennt eða bara skóli ofbeldismótunarstofnun og fangelsi. Ég meina, þú veist að fólk sem sett í fangelsi bara kemur út miklu verra. Reyndar Ísland lítið mýkra en önnur fangelsi, en flest fangelsi herða bara glæpamenn, sérstaklega að fólk sett ungt í fangelsi. Að það sama með skóla. Skólar búa til ofbeldishneygt fólk. Og þess vegna markmiðið með allri þessari þjóðfélagsverkfræði að koma fólki undir skírgreininguna monster. Það markmiðið. Og síðan eiga þessir brjálæðingar að náttúrulega til stundum bara hreinlega genósæta án þess að eiga. Reyndar byrjaði alltaf að eins með Indjána, það var allt, þeir voru rakkaðir niður, þetta bara villimenn og þetta bara þetta menn og hitt menn og þetta bara animal, sko. Og síðan var bara byrjaði að salla niður fólk, sko, sem hafði ekki gert neinu neitt. Það heiti genósæt, sko. Og sama núna með Íslam og múslima, það sama herferð í gangi, þetta bara villimenn og animals og þetta var gert í Evrópu gegn svertingjum og lömuðum og síkunum og bara og hugsanlega eitthvað gegn gyðingum líka. Það bara allir, það hægt að flokka alla sem monster, sko. Og ástæðan fyrir því að réttlæta Sódómu og Gómorra eyðinguna. Að sama var með Írak, það var bara einn maður dímoniseraður, það var bara einn villimaður og það var næg réttlæting til að bara svelta 500.000 börn og sprengja allt í tætlur, sko. Sprengja bara heilu þjóðunar aftur á steinöld, sko. Þannig að þess vegna voru líka, svo koma þeir á hnusa, sko. Starfsmenn andskotans koma á hnusa, þess vegna voru ákveðnir aðilar að koma í heimsókn til Íslands og fara síðan með söguna, þetta íslenska kettlingar bara allar mellur niður í bæ að selja sig og þetta bara svona animals og hinsegin animals, sko. Að það mjög mikilvægt að halda og þess vegna, siðferði og menningu ákveðnum status. Það sama hefur verið sagt í Svíþjóð, þar verið að segja að það engin sænsk menning, Svíþjóð þetta ekkert merkilegt, sko. Og þar með komið réttlæting fyrir að eyða þeirri þjóð, sko. Og þá komum við að því sem heitir demósæt. Það hefur verið meira fólk drepið í demósæt heldur en genósæt. Og demósæt, þá byrjað á einhverjum svona innanhúða, þessir öryrkjar, þeir bara til vandara, bara drepum þá og þeir sem svona, það vonlaust með þá og flóttamenn bara, gera þetta við þá og þetta, og þeir sem ekki með rétta pólitíska hugsun, þeir fá enga vinnu bara, sko. Þess að ég lenti náttúrulega í einelti á mínu vinnustað í Flensborgarskólanum út af pólitískum skoðunum eða þannig. Og það bara allt í boði, sko. Og það náttúrulega auðveldast fyrir þessu stóru öfli að geta náð að framkalla demósæt. Það mjög erfitt í þjóð eins og Íslandi, þar sem að við erum eina friðsamasta þjóð í heimi og það bara næstu aldrei morð eða alvarlegir glæpir á Íslandi. Það nánast mjög fátíðir atburðir, samt þykist lögreglan þurfa að vélbyssuvæðast gegn monsterunum á Íslandi. Að það mjög erfitt að koma að rökum fyrir því að genósæta Ísland. Og náttúrulega demósæta það líka. Það erfitt að því að Íslendingar upp til hópa mjög siðmenntað fólk og allar tölur sína það sem náttúrulega þessi skipulagða glæpastarfsemi í peningamálunum, sko.
En það er, það er heimska, sko. Það er annað heldur en að vera monster, sko. Gott fólk getur verið mjög heimst, en monster breytir það getur verið heimst monster og klárt monster, en það er samt sem áður monster. Og þannig að það eru rosalega alvarlegir hlutir í gangi núna. Það byrjaði þetta hrun á fjármálakerfinu, eins og ég sagði áðan. Og það er verið að pumpa upp stríð í kringum Sýrland. Það er verið að undirbúa þriðju heimsstyrjöldina. Það sem á að etja saman múslimum og hinum kristnum. Það er málið. En það er að misheppnast svolítið. Af því að hinir kristnu bara tökum í höndina á múslimum. Og múslimar að segja það sama. En það ofboðslega mikið heimskingjum sem eru að magna upp stríðsáróðurinn, eða að magna upp ógeðið. Það er ofboðslega mikið heimskingjum sem eru bara að fara inn í girðinguna og skemmta sér að drepa fólk. Það þessir heimskingja þannig í Indónesíu sem þið getið séð í Act of Killing. Þeir sem eru að magna upp hatur gegn múslimum eða íslam eða eitthvað slíkt, þeir eru eiginlega bara mestu monsterin sem hægt að hugsa sér og mestu heimskingjanir. Að það er svolítið verið að spila með stóran hópa fólki, sko. Alveg svo með gena glæpóin. Fólk er bara ekki í lagi, sko. Það er bara, því miður, þá er það bara þannig. En ég sé að það voru engar spurningar eða ekki neitt. Þetta var svona síðasta rantið í kvöld. En ég vil endilega biðja ykkur að styrkja mig og ég vil bjóða ykkur til sölu þessar ágætu myndir sem ég var að mála. Og ef að þið vitið ykkur verkefni, ég er með stúdíó hérna, þannig ég get hljóðsett og talað inn á auglýsingar og gert ýmislegt. Ég er mjög góður textagerðarmaður, þannig ég get gert texta og ég er alltaf grafískur hönnuður, get grafíkerað og ég er ágætis vefsíðu gerðarmaður og er alveg til í að vefa eitthvað fyrir fólk. En allavega þá, og endilega eru með hugmyndir að eitthvað sem ég get búið til eða gert, þá vil ég endilega gauka því að mér. Ég ætla alltaf eitthvað að klára að skrifa þessa bækur, ég hef ekki haft orku í það eða tíma. Það er svolítið tættur tíminn hjá manni, sko, þegar maður er ekki með örugga innkomu. Og og ég þakka þeim sem hafa stutt mig, það hafa komið örlitlir stuðningar núna í þessum mánuði. Og það komið 30 evrur núna í síðustu viku, þakka þér fyrir það sem að sendi mig það. Þannig að það er nú eitthvað að skila sér, en það er ótrúlega lítið samt. Í því samhengi að þurfa alltaf að lifa á þessu. En ég ætla aðeins að reyna að mála meira. Það er líka ánægjustund með fjölskyldunum. Börnin alveg bara alltaf að tapa sér og voru svo spennt fyrir að fara að mála. Mála við pappa og alltaf rosa vinsælt. Þannig að það er líka skemmtileg samverustund með börnunum. Og ég hef mjög gaman að því líka bara. Og ég ætlaði nú bara með fyrstu myndina, bara tilboð. Ef ykkur vill senda mér tilboð í þar, þá er það vel þegið og ég pakkaði bara inn og sendi. Og þetta er ekki rammað inn núna reyndar, en ég mun sennilega þróa út í að ég ramma inn sjálfur. Og þetta getur alltaf verið áritað af mér og ég set sennilega einhvern límið á bakið eða eitthvað, gera eitthvað flott með þessu. Og já, þannig er nú það. Ég bið bara Guð og Guð að blessa þig og þína. Og ég bið Guð og Guð að blessa Ísland.
og ég bið að heilsa ykkur öllum. Takk fyrir í kvöld, góða nótt.